Pettersson! Trausti! Wow! Góða kvöldið og verið velkomin í þessa útsendingu almenna byggarsins í Overwatch. Þetta er round 2 hjá okkur í kvöld. Ég heiti Óli og með mér er hann Rúnar. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Gaman að fá að vera með tveir æsispennandi leikir framundan í kvöld. Fyrirleikurinn Berserkir á móti Uxum. Já, og í annari deildinni hjá okkur og svo erum við með úrvalsdeildarleik nummer 2 eins og allar útsendingarnar okkar verða. Já. Sem er Dusty Selir. Sem að byrja klukkan 8. Já, sem er repeat af úrvalsdeildarleiknum. Ekki síðast heldur þar á undan. Já. Það sem að Dusty fóru auðvelt í gegnum Seli mitt fyrir, já, ekki verið að koma 2 ár, rúm 2 ár. Eitthvað svo leiðis. Já. En, fyrsta, byrjum á því, þetta er Berserkir Uxar. Já, mjög svipuð lið. Það er að segja hvað þau spila. Já. Þau spila bæði svona rushkomp, spila hratt, vilja fara inn og klára. Algjörlega. Ekki þessi langi leikur að bíða þannig til að færa pikk og fara svo af stað. Heldur vilja þau bara fara inn áður en það kemur pikk og búa til eitthvað. Já, algjörlega. Ná sér í pikkin, ekki bíða eftir að koma til þín. Þannig að verður gaman að sjá hvort liðið hefur betur. Já, algjörlega. Þetta er, já, verður örugglega mjög skemmtilegu leikur og virkilega jöfn lið. Já, af leikmannahópunum að dæma. Já, allavega samkvæmt blaðinu. Já, sem að klikkar auðvitað aldrei hjá okkur. Blaðið gamla. En já, kannski bara örstutt að setja á tank fyrir Berserki, Snella og System 32 eru DPS og svo erum við með Gillekur og Budgie á support fyrir allavega fyrsta mappið. Já. Svo veit ég ekki reynda hvernig uxarnir stilla upp, en það er öllu líkið Víkingur á tank, Mewtwo og GKR á DPS og Victor Stone og Hannapanna á support, ef ég ætti að gíska. Já, ég myndi gíska á það líka sem allavega byrjunar line-up, ef allir komast. Já, það er fyrir eftir. Þetta er margmanna lið og þú veist, Hreiður, Atró og Helenso eru einmitt líka. Já, tveir flexspilar og svo Helenso. Alltaf möguleiki á að þau komi inn. Já, það er aldrei að vita og ég meina það er lögutaskvöld, það getur alveg einhver verið upptekinn. Við vitum aldrei. Eins og eðlilegt er. Já. Fólk á sér líf fyrir utan tölvuleiki, þannig að það er bara eðlilegt að... Nei. Það er overrated. Það er ofmetið, en það er svona eðlilegt. Já, þú veist, það er ekki allir með hennar metnað fyrir the love of the game eins og við. Því miður. Já, því miður. En svona er þetta bara. Já. En þetta er það eru skemmtilega sögulínur sem ég er búin að skrifa hjá mér í bókina. Haukur og Mewtwo, sem eru meðlimir Uxa, voru í bölvun síðast þegar var Overwatch hjá okkur og lentu í öðru sæti gegn Helenso, Hönnupönnu og GKR. En þessi 5 eru öll liðsfélagar núna í Uxum. Og það var einmitt djöflar sem unnu, Helenso, Hannapanna og GKR, unnu gegn bölvun og Berserkir lentu í 4. sæti í deild og töpuðu gegn bölvun í undanúrslitum og svo fyrir musterum 3. sætið. Og lentu þau í 4. sæti. Já. Þannig að þau í Berserkjum þekkja liðið hjá Uxum eitthvað. Eða leikmennina keftu á móti djöflum, keftu á móti bölvun, öllum mörgum af þessum leikmennum. Já, þannig að þetta er kannski meira það að þau þekki leikmenn en ekki leikstíl eða lið. Þannig að það er, en þau hafa sömu upplýsingar við og geta alveg reynt í það að þau spili mikið rush. Já, algjörlega. Þannig að það er allir gangur af því. Já. Svo er það líka hversu mikill metnaður er hjá fólki að leggja inn þá vinnu. Já. Að fara á bak við tjöldin og skoða. Algjörlega, eins og ég er búinn að... Já, þú ert náttúrulega bara nöllast, Já, ég skrifið allt í bókina hjá mér hvernig þessi lið spilu, en ég meina það er auðvitað bara eitthvað búinn og það er svolítið erfitt. Já. Það sem að Berserkir unnu 3-0 og þurftu eiginlega ekki hafa mikið fyrir því. Þú veist, ef ég fer yfir þetta 2-0 á Samoa, full holduðu og unnu 1-0 á Kings Row og svo 2-0 á Lijiang. Já, þannig að það er ekki mikið fyrirstaða þar. Nei, alls ekki. Og svo Uxarnir unnu 2-0 á Samoa og svo náðu 2 punktum á Havana, tapa því 3-2, ágætur, þú veist.
góð framistæða Já, já. svo leiði sko og hérna svo fara þau á Kings Row og ná 2 punktum aftur og tapa 3-2 aftur Já, hann Þannig að, og svo New Queen Street þá náðu þau kampa forward spawn en hérna búðingarnir eru sterkir já, fara það lengra. er push, það er já, ná forward spawn þannig að þú veist, það er Það er greinilega helmingurinn af korteiru, sko. já, það er greinilega hellingur af keppni í þessu liði þrátt fyrir 3-1 úrslitin gegn búðingum, ég meina 3-2 er, þú veist getur verið herslumunur, þú veist, það getur verið að það hafi verið rúst, háttbreytt, sko. getur verið að það hafi verið rúst, þau hafi verið heppin, þú veist bara Já, rétt slefa Rétt yfir. slefa, já. en það getur En- líka verið að það hafi verið bara hárfínt, Já, að bara, sko, 1 sekúnd inni, skilju. já, Það getur verið allir munurinn. en þetta er já, við fáum Ramatra frá Já, fyrsta mapp í kvöld, Búsan, Busan. já, það er Control Control eins og venjulega. eins og alltaf, byrjum og endum á Control Já. ef það er Decider við fáum öllum líkindum Ramatra nema að setja sér búin að vera á hérna dóminu vingur okkar Já, Sem dómina, núna nýr tank kom út á Já. þriðjudaginn, virkilega sterk. já, þetta er eiginlega En- ólögulegt hvað hún gerir mikið skada Og svo náttúrulega eins og við rættum hér fyrr meðan við vorum að borða að hún fær skjöldin sinn tilbaka já, fyrir að nota eðið sitt já, Og gera skada með gera skada en það þarf ekki að vera við hetju. Nei, Það nei. getur verið við annan skjöld. deployables, Já, hvað sem er bara- skjöld, törrett, eitthvað, Já, bob Immortality Field. já, hann Að hefur hérna- þetta ekki mikið held en þá, Nei, nei, þá er sko meirhlutin af lífunennar sjálfu lífunennar eru skildir Já, og Sem hún sagt, getur fengið það tilbaka. ekki armor eða líf heldur skildir sem er bláa heldbarið sem hún fær tilbaka þú veist, og kemur hraðar heldur en regenið Já. og ef hún notar þetta E-ability sitt að þá fær hún skildina bara tilbaka eins mikið skada hún gerir Já. þannig að maður hefur séð, hún er orðin 100 HP hendir einu á skjöldinu anstæðinganum Og það er bara komið í fullt. og hún er komin í fullt á bara sekundu, innan við sekundu, Já, halvur sekundu já. þess vegna Þetta er alveg magnað hvað ein Já. hetja getur gert Já. svakalegan mismun. algjörlega, þetta er Af því að nánast þetta bara getur- fríðir. Já, þetta getur nefnilega líka orðið til þess að ef þú ert að spila Russia-mótinni og hún bæði búbar þér frá og notar eðið og eftir þegar hún er að falla þá var allt í hennu hitliði komið í verri stöðu já, af því að þeir voru ítinn til þess að ná að fella dóminu algjörlega en hún kemur rosalega vel í veg fyrir það já, eða getur það. hún er, já þú veist, ég myndi ekki alveg segja sko ég er ekki búin að skoða hann, hún er alltaf svo ný Já, að ég segi hún sé brotin já. ég er ekki alveg komin í brotin af Nei, því að maður á ég eftir held að bara læra þetta. já, ég held bara að leikmennir möguleikarnir hjá henni eru þarna en það er bara spurning, eru leikmennir búnir að leggja tíman og vinnuna í það að verða eins Já, góðir á og- henni og hún Já, og býður þeir upp síðan eins að kunna spila á mótinni. já, það er endar Það er nefnilega líka punktur sem að margir gleyma finnst mér oft. Þetta er ekki bara það að þú þarft að kunna spila nýju hetjuna nægilega vel. Heldur þarft að kunna spila nægilega vel á móti nýju hetjunni. algjörlega Af því að segjum sér svo að bæði lið fara í dóminu núna. Það er ekki bara betri dóminan sem vinnur. Heldur er það hver kann að spila með og á móti dóminu betur. já, og það er hægara sagt en gert Já, og þess vegna er Overwatch svona skemmtilegu liðsleikur. já, af því að það Af því breytir það- þar eru svo margar Já, það er ekki bara, ef að þú ert langbæstur, þá ert þú ekki búin að vinna. nei, aldrei Heldur eru 4 í viðbót með þér í liði og þið Já. þurfið að geta unnið allavega einhverju leiti saman til þess að eiga sens á að vinna. já, algjörlega Og því betur sem þið vinnið saman því meiri líkur er að þið vinnið þó að þið kannski 1 og 1 séu verri heldur en anstæðingurinn. Það er Ef bara að þið skipting. vinnið betur sem liða þá hafið þið sigur á hólmi. algjörlega en Busan-mappið er svolítið áhugavert það sem að eru í raun og veru sko, punktarnir er eiginlega allir allt öðruvísi en sá sem á undan kom Þeir eru mjög mismunandi. já, 2 eru pínu svipaðir af því að þú Þeir eru labbar inn upp á líkari. já, Já. labbar upp á hægrandi og þú þarft að fara niður til þess að komast á múndin. já en, Annar þeirra er samt opnari heldur en en það er hinn. miklu auðveldar að komast upp á hægrandið á Öðrum- trommunni já. heldur en á Mechabase Já. það er hægrandið svolítið
þú veist, þú bara vinnur og tapar í raun og veru bara, svolítið mappinu bara á algjörlega ekkert bara ekki smá en þú bara þarft þess ekki á ég man bara ekki hvað heitir, ég held að þessi Shrine sem er tromman á Busan og svo erum við með Downtown það sem að vinkon okkar Beljan upp á toppinum sem er náttúrulega með rosalega hægrandi sem að bara ekkert margar hetjur komast upp á fyrir en núna nefnilega, þegar að kötturinn er komin í leikinn kattarófitið er mætt þá er hver þar momentability skiptir ekki máli, nei kötturinn er með momentability fyrir allt liðið Býtu Reinhardt hann getur alltaf inn í flóið hann getur bara farið það sem hann vill já það er bara svona ekta dæmi movement sem er ekki til í leiknum svo bara kemur ein út og Reinhardt er komin fyrir ofan föru og setur eiginlega bara leikinn svolítið á hvolf og já, menna þegar leikmenn verður búin að slípa þetta saman að þá verður þetta svakalegt sko. Þá verður þetta rosalegt Ef ég næ ekki að countera þetta sem spilari þá bara legg ég frá skónu á hillinu Já, bara þá er ekki hægt að spila leikinn lengur Ég bara gefst upp sko Já, það er bara ekki hægt að spila leikinn lengur Það er bara og í formatinu okkar að þá er bara hægt að banna ef þú bannar hetju í fyrsta mappi þá er ekki hægt að banna hann í öðru mappi Ekki til þessari röð? Nei, en hún verður aftur möguleiki í þriðja mappinu en þá eru við heitinni sem voru bannaðar í mappinu og undan ekki möguleiki á að banna þær Já, leikmenn eitthvað að tínast inn í lobby það eru tæknileg vandamál í gangi hjá og við erum komin á stað og liðin eru ákveða bönn þannig að við erum alveg að detta inn ég reikna fastlega með því að annarkvort verið kötturinn tekinn út núna eða þá að það vera geimann til þess að ekki taka hann út af þetta. Já, kötturinn mikið notaður hérna. Já, ég held það. En eins og þessum, kemur allt með kaldavatninu? Jú. En hvað er betur en kaldavatn? Red Bull. Og þessi nýji er bara, það er búið að snúa uppskriftinni við. Bara feiki góður. 0 kaloríu, sem er samt ekki alveg 0 kaloríur. En engin sykur, engin sykur, bara gaman. Þetta er bara fyrir þá sem er ekki hrifnir af þessu sykurlausu að þá er þetta bara, hann er bara 100 sinnum betri heldur en gamli sykurlausi Red Bullin. Hann er bara, þetta er allt annað. Og færri kaloríur. Já, og nánast engin kaloría. Já, og það eru svona 2 færri kaloríur í honum að því að það voru nú ekki margar til. En fyrir þá sem eru að safna kaloríum, þá er nú þessi fallegi standur fyrir aftan þig. Rauður á litinn. Jú. Mjög góð leið til þess að safna kaloríum. Já, og ef þið eru svo ég, að þá bara vissi ég ekki að það væri til svona margar tegundir af bringusir. Ég veit ekki hvernig þetta kom. Nei. Svo bönnin eru komin í hús, berserkir taka út Sarju og uxar taka út Ball. Já. Wrecking Ball, það er að segja. Sem að berserkir spila ram. Það er leiðilegt að spila ram inn í Sarju. Já. Og hinn taka út Ball af því að það er leiðilegt að spila móti Ball. Já, það er leiðilegt, en hann er bara svo lélegur. Já, hann er ekki sérstaklega góð núna, en ef þú ert með spilara sem kann virkilega á hann eins og þeir eru með, að þá er það mjög leiðilegt og erfitt. Já, það er það. Það getur verið það. Þá þarf það að spila svolítið mikið í kringum það að einhverju sé með Ball, þá ferðu svolítið út af þínu eigin plani til þess að... Þá ert að fórna sjálfum þér fyrir það að reyna að vinna gegn boltanum. Algjörlega, en eins og sjá, þá erum við komin í gang og þetta er það er heiður í staðin fyrir Victory Stone annars stendur þetta bara eins og við vorum búin að tala fyrir við förum beint inn á Shrine þar sem að tromman er og gleymist ofta að nefna að hægrandi ón á trommunni er rosa gott líka það er þannig og þar sem að uxar eru með að mér síndist Venture og Reaper þá eru þeir með mikið high-ground control. Já, það þarf ekki að koma óvart að GKR skipti yfir í Reaper eftir að hafa farið út á teleporta liðið sitt. En það er Ramatra, bæðilið taka TP, Snelli á nýju hetjunni sem ég man ekki hvað heitir. Emre. Annars eru þetta mjög svipuð kom. Já, System ætlar að halda symmetrinni sem að hann hefur verið að gera. Þannig að ekkert sem að kemur á óvart þar gerði það einmitt á Samóa í síðustu viku. Vekturinn fer inn hérna á Stella sem er þungt haldinn. Ég er byrðir í stöðu.
auðveldur sigur fyrir Uxa fyrsta fight. Ekki mikil mótstaða þarna. Nei, alls ekki. En óheppilegt líka fyrir Snella að falla þarna langfremstur. Já. Að var pínu illa staðsettur og hvað maður að segja, beit of stóran bita. Já, og þetta er það sem að Venturin er virkilega góð í, að refsa svona þegar þú stendur einhvers staðar, en hérna eru kominir berserkirnir aftur inn, setja búinn undan skjöldina og inni og Víkingur býður ekki boðana og fer og drepur Stinn áður en að hún næra að TPA út. GKR fylgir eftir að setja, Víkingur fjall, en ég minna hann fekk það sem hann vildi þarna. GKR fylgir eftir, klárar þetta fyrir þá. 3G hjá GKR, 4. Þetta var spurning hver allar ít á tvöfaldsáttaka fyrst. Það voru Uxar og hver situr uppi sem sigurvegari, það voru Uxar. Já. Og Uxar einnig með betra ult economy akkurat núna. Ég eftir að hafa unnið fyrstu 2 fætina svona rosalega hratt. Og berserkir Snella skiptir yfir á Cassidy. Já, líklega fyrir Venturin. Og Reaperinn raun og veru líka, og Juno og Kiri, ég meina. Það leið út punktinn. Virkilega vel gert. Vel gert, gott í hérna hjá System. Víkingur kemst inn, næra skjáttar 2. Budgie er mjög lág, einhvern veginn náðir ekki að fylgja því eftir. Vel gert hérna hefur Gillegur mögulega haldið á lífi. Snelli notar Immortality fylgdi núna Budgie, en enn og aftur bara frekar snittilegt hjá Uxonum. Eða ekkert frekar, bara mjög snittilegt. Mjög snittilega gert. Og nota 2 úr. Já, 2, já. Notu Venture og Reinhardt últið. Eiga þar alveg 3 sem er jafn mikið og berserkir. Já. Þeir ætla að byrja að snemma. Mjög hratt, bara eiginlega of snemma. Neini, GKR fyrir og nær einhvern veginn Snella þarna. Spurning hvort að þeir hafi ekki náð að bakka út af tímanum á klukkunni. Hannafannar tekur út Budgie, GKR nær einum þarna og Mewtwo með Þeir ná að snerta punktinn. Að setja einn á punktinum, ekki með ult, ekki með form og GKR. Tankbuster, Reaper, þetta Snelli nær á punktinn á Tracer, kastar inn Immortality fyrir Budgie, en Snelli var ekki inn í honum og Gillegur nær ekki að nota Orbital Ray þarna. Svolítið einhliða þetta fyrsti punktur. Mjög vel gert Uxum. Já, Uxar bara spila þetta mjög vel. Já. Þeir eru ekki að bíða eftir að berserkir ætla að gera eitthvað heldur, byrja þeir bara. Já. Þeir hafa tekið fyrsta skrefið í öllum fætum hingað til. Já. Og það er bara að borga sig. Það er rushið. Það í rush á móti rush, þá er það bara hver ídra kútaka fyrst er... Eða tvöfald. Já, bara þess vegna speedring eða amp speed. Já, bara hver byrjar. Já. Sá sem byrjar er yfirleitt sá sem vinnur. Af því að í rushinu þá... Já, það er ekki nema þú náir að bakka út og í raun og veru... Já, ef þú nærð að bakka undan anstæðingnum og þá nullast út það sem hann er búinn að nota, þá kemur þú aftur inn, en þeir bara ekki voru ekki náði þarna. Kemur út kötturinn núna. Já, mögulega á að setja Snella upp á hægrándið. Ég get ekki logið, þetta er í fyrsta skipti að ég sé að þennan karakter spila hann. Já, sama. Nei, ég er enda, já. Tekur mikinn skada þarna, Gillegur er þungt haldinn. Er ekki að fá heal Budgie, fallinn hann er eini healerinn sem er uppi og mikill skaði þarna frá liðsmönnum Uxum sem að fá öll þykkin. Flott headshot þarna. Flott headshot frá Hönnu Pönnu sem að vara með fullt í fangi með að halda liðinu sinu lifandi. Já. Kötturinn gæti nú samt alveg borgað sig hérna ef að þeir spilaði rétt með Bastioninn eða jafnvel til þess að koma Ramatranum inn. Eins og þarna. Komum beintinu upp á hægrándið. Já, neyðir út Reaperinn og Budgie tekur út Hönnu Pönnu, reyður mjög lág. GKR sem leiðir Gillegur, vel gert þarna, tekur út Reaperinn og þetta ætti nú bara að vera flippið hérna núna þar sem engin ult er í boði fyrir Uxa. Spurning hversu fljótir þeir geta gert þetta, en berserkir þeir verða reyna að koma í veg fyrir að þeir nái inn nýjum meðlumum sem og þeir gera Mewtwo aleinn eftir raun og veru bara 50% eins og hann á að gera. Hannafanna fer þarna inn. Keypti mögulega 1-2% í viðbót. Já, og fær sama spawn og Mewtwo, þannig að það er ekki... Ekki slæmt. Nei, fýta þarna 250 damage það bil í útsjart. Ekki, við grennjum ekki við því. Það er ekki.
Kemur speedring. Bastionótið komið upp. YouTube bara fer inn í þá þarna. Gera ágætlega að koma þeim af hægrandinu. Víkingur sömulegist tekur að setja einhvern veginn. YouTube fylgir eftir og tekur út system 32. Söpbyggirna núna fyrir Berserki Uxar. Fyrir Uxa segi ég. Berserkir eru að fara að snúa punktinum. Að missa punktin leið. Já, ná hins vegar alveg 39%. Já. Það er nú ekkert land á millir eins og er. Og nota 1 ult fyrir 1 ult. Það er allt í lagi. Enda Bastionótið kannski ekki með marga sem hann gæti náð. Nei, í raun og veru eiginlega ekki neinn góð skotmörk. Kemur út Bastion núna. Kötturinn með Bastioninn en þarf að sleppa honum til þess að hýla upp tankið sinn og Budgie fellur fyrir GKR að setja tekur út Víkingrindar 4-4, Hannapanna og Heiður og GKR nota öll útið sín þar sem að þau vita að það er 70% pluss á klukkunni og þetta gæti verið síðasti fight Snelli og að setja reynda að taka út 3 og spurning hvort að þetta hafi komið hreinlega að falli hérna Mewtwo nær að setja en það bara skiptir engu máli 4 ultimate fyrir hvað, 20% í viðbót? Já, það var svolítið dýrkeypt. Mjög dýrkeypt og persónulega er ég og kemur stjáttirinn núna, nærið að bara Snella inn í þetta en GKR einhvern veginn tekur út Gillekur á meðan, Heiður tekur út Snella, þannig að allt í einu eru 3 Berserkir eftir á punktinum þó svo að veggurinn hjá Symmetrinu síðan og þá gerir það bara ekki mjög mikið þar sem að Ræninn með bara drullu sama það. Snelli, Gillekur þurfa að reyna að komast út lifandi þarna Snella á hægrandunum, tekur út Mewtwo og gæti aðstofað á með recontesti ef það kemst ykkur á punktinn. Budgie gerir það, Snelli tekur út, Budgie tekur út Hönnupönnu líka. Þetta er farið að líta frekar vel út hérna fyrir Berserki núna, þeir eru að snúa svo við, ekki að fá nein ultimate reyndar. En ef þeir ná að flippa punktinum þá er það sigur út af fyrir sig. Sem þeir gera. GKR í vandastattur í baklínunni. Ekkert lítið heldur. Nei, 70% á klukkunni, við erum á leiðin í síðasta fight og ult. Economy lítur betur út fyrir Uxana. Ef þetta verður langur fight þá ættu þeir að ná þessu í gegn hérna. Spurning hvað Berserkinni gera til þess að koma í veg fyrir það. Budgie full ágeng þarna á Reaperinn sem að tekur hana bara einfallega út. Heiður tekur út Snella sömuleiðis, aftur eru 3 Berserkir allt í einu eftir og allir eru rosalega low þegar Mewtwo sem var fyrstur í ultimate nær ultimatinu sínu GKR fellur fyrir Gillekur en það bara skiptir engu máli þar sem að Mewtwo á að vinna þetta 1v1 sem og hann gerir reyndar fellur. Þeir treyta og þeir ná ekki inn á punkt. Berserkir taka punktinn. Þetta var rosalega vel gert hjá Gillekur. Ég slá þetta ekki. Gillekur tók hann annan þeirra þarna út fyrir mappið og sleppt honum. Já. Og svo kemst hann inn á punktinn, notar það sem ég myndi kalla klærnar og fellir hann á sama tíma og hann fellur sjálfur. Já. Og þá einmitt komst Víkingur bara ekki inn á punktinn. Nei, engin meðlimi Uxa nær inn á punktinn og við erum á leiðinni í 3. round. Síðasta punkt. Mewtwo kominn á Junkrat með þetta. Já, enda mörg þröng choke á þessu punkti. Ég hef smá áhyggjur af kettinum hérna. Já, það er svona náttúrulega oft. Já, þetta er ekkert mjög skemmtilega punktur til að spila kettin á. En sjáum hvernig tiltekst. GKR á Reapernum eftir að hafa TP-að, ekki sem kemur óvart það. Liðin taka algjörlega öfuga leið inn á punktinn. En svo sem eru þeir með teleporterinn, rosalega er mikið damage að fara inn á Berserki núna. Gillekur fellur ná að stabilisa fyrir restina þarna Budgie. En Snella er droppað og er tekin út vel gert hjá Víkingi sem að færa hérna hjálpuna frá Hönnupönnum er þess að líka og þetta er fyrsta kapp fyrir Uxa að setja ætti ekki komið í veg fyrir þetta með Thoraf fyrir einu pikki þarna. Vel gert hjá Víkingi þarna, flott Fire Strike til þess að fella Snella. Já, og sjáum það að Mewtwo er kominn á Cassidyinn öllum líkindum fyrir köttin sem að hefur ekki eins mikið úr að móða á þessu mappi þess að það er lágt fyrir loft og annað. Þeir bara hreinlega í verri stöðu á þessu mappi. Já. TP hérna inn
Erum við á vitlausum kóða fyrir að setja einhvern svona langt í? En alltaf læg, Víkingur tekur út system 32. Allt í járnum bara, Já, eiginlega ekkert að ske eins og er. nei, og uxarnir sáttir við það, vita að berserkirnir eru komnir hérna og núna kemur hringurinn til þess að koma í baki á þeim. Bötsi fer beint inn í Kassadín nær henni fyrir rest. Og þá kemur Shatterinn, stór Shatterinn nær Snella og Gillegur einhvern veginn inn í þetta. System þegar Bötsi sömuleiðis kemur út frá Hreiður til þess að gulltryggja þetta. En hvernig er fljúgandi köttur Shatterinn? Er hann svona rosalega neðarlega? Ef hann er nógu neðarlega þá er Shatterinn náttúrulega ekki bara jörðin. Nei, hann fer aðeins upp Já. úr jörðinni en í raun og veru á hann ekki að vera Shatterinn. Ef að spilað er rétt þá Já. á fljúgandi hetja aldrei að vera Shatterinn. Nei. En auðvitað getur að koma upp. Já, kemur. Mewtwo, Lár, vel gert þarna hjá að setja, virkilega vel gert. Tekur þarna eitt gerað og alla lága fylgir eftir Bötsi sömuleiðis til aðstoðar. Og þetta var rosalega vel gert. En er Rammattara ekki örugglega með meira en 375 líf? Ég minnir það. Já. Ekki nema að það hafi verið tekið af honum síðasta update. Já. Þar sem að ég er... En Rænir með 550, þannig að það stemmir. Já. Já. Þá hefur bara verið tekið af... Þá er bara hann búinn að missa líf. Já, það hlýtur að vera. Bara búið að nerfa hann. Já. Annars væri leiknum búinn að taka eftir í líka. 100%. Kemur út hérna núna frá Snella. Víkingur hann virkilega Lára að setja, tekur hann út. Velgert getur auðvitað lamið í gegnum skjöldin hjá honum. Gekko er alltaf að snúa sig við með rýbröstun og gerir það. Tekur út þér á þarna. Hannapanna tekur út að setja líka. Og Gekko er Hannapanna með... Þetta, ég hef bara sjaldan séð bjartsýnt ult sem að borga sig. Þetta var... það er náttúrulega hann fekk spýtring og líka Kitsurröst frá Hönnu. Þannig að... Snella breytir yfir á Vendetta. Já, til þess að komast inn á punktinn líklega. Gillegur nær að forsa touchið. Kemur út hæ núna frá Mewtwo en það er bara skjöldur á milli frá simmetrinni. Virkilega vel gert þarna, nær engum með þetta. Snella tekur út Víking með þess að. Bötsi kemur út með ultimate setja hérna núna og það er fullt af fólki að falla. Að setja er á lífi sem að gera allt saman hérna fyrir Berserki og þeir ættu að vera snúið við. 3 meðlimir Uxa eru eftir lifandi. 2, 1 og Hreiður kemst út lifandi. Góður fight þarna hjá Berserkjum og við erum á leiðin í last fight territory og það er Hreiður og Víkingur á móti að setja og Gillegur. Support tank ultimate í boði. Rammattara ultið í raun að veru betra heldur en Shatterið sko. Já, sérstaklega þegar þú ert komin í það að standa á punktinum og annað. Það gæti kemur hérna út spýtring núna fyrir Víking. GKR tekur út Gillegur sem hefur farið full ágengt þarna inn og Uxarnir bara bíða aðeins en það er engin ástæða til þess að íta inn í þetta núna og koma með orðmyndarreið inn. Víkingur er alveg að fá Shattir hérna. GKR er lárendar en allir meðlumir Berserki er að taka svo ótrúlega mikinn skada hérna að setja nær að nota ultimate. Hann nær rétt að nota ultimate þetta. Kemur Shattir frá Víking nær engum sýnist mér. En virkilega gott ultimate frá að setja gerir svo ótrúlega mikið fyrir þetta Berserkja lið sem að nær einhvern veginn að snúa þessu við eftir þetta fyrsta round. 2.99.99 eftir 100-0. Þetta er nákvæmlega það sem ég sagði fyrir þennan fight. Rammattara ultið er sterkara heldur en Shattir. Já, það hjálpar heldur ekki þegar að Víkingur hitt ekki neitt með Shatterinu. Nei, auðvitað gerir það ekki, en þetta er samt bara, ég er alveg sammála, þú veist, þú verður að vera. Hann stendur á punktinum og er með risastóra hring, einmitt er þetta play of the game. Þarf nú ekki að koma óvart. Það þurfa allir að vera á punktinum einhvern veginn, það þarf að stóla punktinn. Og svo stendur hann bara hérna, já komið inn í mig af því að þá fæ ég bara últins lengi yfir. Já, hann bara býður átekta. Já. Þú veist, ef annarkvort fær hann að standa og blokka þarna. Já. Og þá er ekki takt að gera. Nei, og hann gerir skada á meðan. Og hann gerir skada á meðan, eða þú bakkar út úr því, hann fellur úr forminu en þá á hann í 99% tilvika Nemesis formi. Já. Og fer þá bara og þú blokka þarf bara hvort þið er að íta inn í hann aftur. Og þá þarf það að labba inn í hann, en þá að vísu er últið ekki, en í overtime getur ekki. Nei, ef að punkturinn er þá ekki bara farin, getur overtime. En allavega, já, bara vel gert og bara
rosalega, já, flott hjá berserkjum að vinna sér í þetta Eitthvað sem maður átti ekki vona eftir fyrstu umferðina. Nei, alls ekki, það var allt með uxum, þeir voru að, þú veist, engage á undan, þeir voru að fá þessi pick, Þeir voru að rótera últum rétt, Já. ability rétt og algjörlega, fara saman. Þannig að það var, Spila sem þeir voru að spila rosalega vel, Já. fyrsta punktinn. Fjall einhvern veginn aðeins frá já, og, eitthvað úrskeiðis. og berserkir bara rifið sig í gang og allt í hennu urðu allt annað lið. Já, mögulega kötturinn af einhver áhrif þarna, það voru ekki mikla breytingar hjá þeim fyrir utan Bastion. Já, snella breytti þarna eitthvað aðeins til og Já, menn það var nú örugglega bara fyrir tötsi í endan. ég held því samt. Já, kannski, já, Þannig að hann náði þarna pikkinu beint eftir hann skipti og komst henni á punktinn. já, Þá kannski fann hann bara, já, heyrðu, þetta er bara opnun. algjörlega. Þetta er tækifæri sem að ég ætla að nýta mér. En þá eru uxar að pikka og þeir pikkuðu í síðasta leik Kings Row og New Queen Street. Make sense, þar sem þeir vilja spila Reinhardt. Já. Kings Row 100%. 1 besta Reinhardt map í leiknum. Já, og New Queen Street bara frekar Þægilegt map. flatt, Já, svona beinbraut. beinbraut, já, Colosseum og með hægrandi þarna og Esperanza og svona, þú veist, það af pushmappunum þá Esperanza er leiðilegasta pushmappi til þess að spila Rhino. Já, Hinn tvö eru skárri. já. En svo sem með köttin og TP þá það opnast allt saman. Þá ertu með hreyfanleika. Já, en Það er alveg rétt. það var korugt á bóðstólum fyrir Viking á búsan allavega. Já, en ef þú ætla að fara að halda fram að spila Rhinin eitthvað þá hljóta er nú að fara að rýna eitthvað í þann spilabunga, sko. Það hlýtur að vera og svo er líka bara spurning hvort að Víkingur hreinlega fari bara á Saríuna. Já, það kemur líka í ljós núna hvað verður bannað. Já, Þar af því sem að núna Saria og Wrecking Ball verða í boði. Já. Ég sé fyrir mér Reaperinn, þú veist að berserkibanni Reaperinn af GKR, ég sé fyrir mér Kirikóna, ég sé fyrir mér Reinhardtinn. Ég sé fyrir mér Ventureina. Hún verður ekki. Já, eða það. Mér sýndist Venturein vera að gera rosalega mikið fyrir það. Já, já, en hinum einn. Taka út köttin. Ef þeir ætla ekki að Taka fara að út nýta, Bastion. ef þeir ætla ekki að fara að nýta sér þetta movement, þá held ég að banna köttin sé Já, college, sko. ég meina þú spilar hann eða bannar hann. Já, það er sko, Bastioninn hann var til staðar en hann var samt ekki með neitt rosalegt impact. En sko, ef við segjum damage-tölurnar, þá gæti verið að impacti hjá Bastion hafi ekki, að eye-testið hafi, að hann hafi farið fram hjá þar að því hann setur svo ótrúlega mikla pressu sem Rhino-spilari. Já. Að þá þekkir það, hversu rosalega mikla pressu Bastion gerir. En þar sem að ég spila nú Reinhardt pínu sjálfur, þá er Reaper leiðilegri heldur en Bastion. Ok. Það er leiðilegra að spila mútið góðum Reaper heldur en góðum Bastion. Ok. En það var engin Reaper hjá Berserkir, nei. Það skiptir ekki. Og það er Victor Stone inn fyrir Hreiður, sem er Ana specialist. Já, sem spilar nánast eingöngu á hannu. Já, svona eins og hann spilar nánast eingöngu Kirikó. Og það er eitthvað sem ég hefði alveg hugsað út í sem anstæðingur hugsa. Já, banna það banna annarkvort, sko. Það er Rúna Sabi sem er lindar líka mjög gott púsma fyrir oss. Já, auðvelt að setja sig upp alltaf fyrir hvern og einn bætt. Ekki eins mikið fyrir köttin að móða. Hann hefur ekki eins mörg environmental kills. Það er eiginlega bara þarna við fyrst forward spawn. Já, við forward spawn og bara alveg í byrjun, bara í miðjunni, þar sem að botnin byrjar. Já. Er smá. Það er samt svo lítill. Það er svona rosalega lítill. Það er meiri möguleiki við forward spawn. Já, 100%. En þá er bara að bíða og sjá hvað liðin banna. Já, nú fá liðin að banna og við erum búin að spá spökulegra en við erum ekki hugsanlesarar. Nei, við náttúrulega vitum ekkert, sko. Að þeir ætla að gera. Þeir eru örugglega búin að plana eitthvað. Það er bara alveg bókað. Það er bara alveg þannig. Uxar búin að velja. Uxar banna Sim. Symmetra. Sem að ég skil svo sem alveg. Já og nei. Þetta er aftur, uxarnir eru ekki með movementið. Nei.
þeir vilja ekki spila simmina og þá er betra að taka hann út en ekki köttin Nei, og þá er kötturinn mögulega líka eitthvað sem að Mewtwo hefði bara átt að ná að eiga betur við á kassetínu. já, reynda, hann á ekki hann er mögulega bara búinn að segja það við liðið sitt, heyrðu, þetta Já. er mér að kenna, ég tek þetta á mig, ég ætla að vera betri. já, Og þá ef þeir bara, eru með köttin og fer ég bara strax á já, kassetti og þá ég segja bara allir, já, ok, já, negla niður og bara búið. og það er einmitt venture Já, Já. það er vent, sem að gerir já, þá fer Mewtwo kassetí. Kassetti eða Hanzo það eru Já, kassetí Hanzo eða, Junkrat já, Junkrat. það eru sætið sem Ég var næstu bara farin að segja það sem þú segir alltaf, ruslaróttan. Ruslaráttan, já Ég vildi bara ekki segja það, því hann heitir það ekki. jú, bara Ég er beinþýðing, já, ég ætla að finna alvöru nafni hans. já, ok Jameson Fox heitir hann það ekki? Ralleikarinn? Nei, Nei, Junkrat Junkrat, Hann heitir karakterinn náttúrulega ekki Junkrat. Nei, í sögunni. já, Jú, hann heitir Jameson Fox sko, kallin er með þetta þú ert með lórið á hreinu. Nei, alls ekki, ég vissi þetta ekki vera með meira ég er góður núna Nei, fann bara að því ég man það ekki. Já. Manst þú hvað bílstjórinn á Midtown sem keirir slökkviliðsbílinn, róbotinn, manstu hvað hann heitir? Nei, heitir hann eitthvað? Já, manstu ekki hann Guttix? Já, hann er með lóri Hann er með lórið á hreinu og hann Já. kom með þetta í einhverju útsendingunni. Já, ok Og ég bara man þetta ekki. Nei, já, Mér fannst það ógeðslega skemmtilegt. já Það eru þessi litlu hlutir Já. í þessum leik sem að hafa sitt. Þetta er svo, sagan er svo rosaleg En mér finnst reyndar leiðilegt hvað botinn á Pús heitir TS1, Já, TS1 Mér finnst PS1. Það hefði alveg verið hægt að kokka eitthvað betur upp Já. Það er freka sorglegt. Já, en já, við erum á leiðinni inn á Runasabi með, að ég veit ekki, eftir því sem ég spila Pús meira þá vex þetta einhvern veginn aðeins á mér Ég var alveg bara, ég þoldi ekki Pús þegar það var nýtt Nei, Pús En núna einhvern veginn eru svolítið eins og Flashpoint. Já, Flashpoint var eiginlega bara ógeðslega leiðilegt þegar það kom út. já, En svo virkar það bara eins og Control nema hraðar. já, eiginlega Og það er bara skemmtilegasta game og þetta er Control. Algjörlega, Og allavega mínum að því. já, það Og þar alveg endi finnst mér Flashpoint bara allt í lagi. Já, mér finnst það er líka, þú veist, það er áhugaverð áskorun að þurfa að vera á fullu blasti, fá engan tíma til að hugsa, ekki neitt, bara allt í góð, allt á milljón bara, Já, sem bara er á þessu geimúti, sem að bókstaflega á milljón. mér finnst, þú veist, áhugavert, en á sama tíma þá ertu svolítið Núna stjórnaður. sjáum við allt annað berserkja lið. Allt annað, þarna kemur boltinn Þarna sem kemur var Wrecking-Ball, tekinn úr Sombra, Anran, Kötturinn og Juno. Já, á móti Sama. Ryan Cassidy Nefna Victory Stone og Baptiste. Já, Baptiste í staðinn fyrir Juno-na þarna Það er í rauninni allur munurinn. Já, í raun og veru og einmitt Mewtwo fer ekki út á Venture af því að hún er er ekki í bönnuð. boði Stendja, virkilega vel gert þarna hjá Mewtwo sem var hakkaður það bara voru lengi að koma þetta til aðstofar á boltanum og þetta ætti að vera gott clean up hérna núna fyrir Berserkir team kill og já, þeir fara eitthvað í áttina að forward spawn, þetta er svo sem auðvitað mjög hratt hjá Berserkir Mella fer yfir á Genji. Smá breyting. upp á Anran, ekki Já, vill mögulega meira dæf upp á Baptiste. mögulega Það er það sem ég sé fyrir mér. já, Dæfa Baptiste, neyða Kirikona til þess að dæfa á Baptiste sinn til þess að halda hann lifandi og þá náður báðum supportum. Gott slam þarna, neyðist til þess að nota skiptist hér Victory Stone og þá einmitt fer hann inn. Það er bara lampi eftir hjá þeim en Victory Stone tekur út system 32% og Mewtwo tekur út Giljagur og þá allt í einu eru bara 3 eftir, 2 hjá Berserkjum og þetta er mjög styrtilegt, byrjar nákvæmlega eins og síðasta map fyrir Uxa. Forward spawn komið í hús. Allt í blúsandi gýr hjá þeim og það er bara spurning núna, hafa Berserkirnir nægan tíma til þess að koma sér inn í þetta? Þeir hafa ennþá möguleikar þannig að það náttúrulega eru 10 mínútur í boði þegar mappið byrjar og það eru einhvers 2 búnar af þeim. Já, ekki nema bara Uxa þeir fara alla leið. Já, ég er að segja það, en þannig að þeir hafa tíman. Já. Það er bara spurningin hvort að þeir ná að setja sig eitthvað upp hérna. Fínt.
slam þarna, næra isolata Mewtwo sem fær bara alla hjálp í heiminum á 0-1 og þeir ná þarna snella sömu leiðis. System 32 í vandastattur, GKR með Reaper ult. Ég meina, flott fyrir Berserki að losna við Reaper ultið. Mjög gott fyrir Berserki og eitthvað hrættur þarna við System. System náttúrulega ekkert lamba að leika sig við. Nei, alls ekki. En mögulega ætti að hafa verið óþarfi samt. Ætti að hafa, Reaperin á að hafa yfirhöndina þegar hann er komin svona nála Soji, en ekki meira um það að koma mindsetna út núna. Hannapanna svarar með Kitsune Rush, mjög lágir, neyðast til þess að nota lampan þarna núna. Uxar, hvað gerist? Vel gert þarna, Mewtwo fer inn í sprengjurnar og þeir Hannapanna, já. Vel eftir uppi hjá Ella og System og þarna kom fyrsta stoppið. Kostaði 1 ult fyrir þá gegn Sjáum samt að þeir fóru 109 metra á næstu í 110. Tveimur fight. Já, á 3 mínútum. Já. Þetta er fljótt að gerast og það er bara núna þurfa Berserkir að leika sama leik. Núna þurfa þeir bara að halda áfram og ekki leyfa þeir stoppa nokkuð tíma. Nei. Kemur inn hérna núna dæfi, vel gett, gott flashbang hjá Mewtwo, hægir hans á að setja, nær ekki gera hann skada, þannig að gera það verkum að hann getur farið beint aftur inn. Kemur út þarna Window og High Noon, System tekur út GKR hins vegar einhvern veginn á sama tíma, mögulega hvort hann hafi verið á einhverjum flank, vel gert hérna reyndar núna hjá Mewtwo og Viking sem taka út sikkuran DPS-in úr liði Berserkja og Mewtwo tekur út Giljagur líka, kemur út Shatter á einsamlan að setja, hvað gerði ég til þess að eiga þetta skilið? Er hann að spyrja sig núna, en kemst út lifandi og Shatter farið. Það ástæðan fyrir að hann á þetta skilja, því hann kemst alltaf út. Já, mögulega, þarna átt að ná honum. Ég meina, og þú sér það líka, það er mjög stöld sem hann notaði Minefield og hann er að vera komið með það aftur. Ég tók mikið svona eftir því, en spurning hann hvort þetta gæti samt verið að hindra Uxan eitthvað að nota últinn sín svona villi-nilli, bara kasta. Já, ég meina þeir eiga ekkert núna, þeir eru næst Kitsune í rössinu sem eru einungis 57%. Og þeir eru að fara inn í 3 ultimate sem að verða 5 eftir smástund hjá Berserkjum, en sjáum hvernig gengur hjá þeim núna, kemur dæfið á Hönnupönnu, gerir smá skada þarna við hana, neyðir hana ekki til þess að nota neina ability sem hún fekk aðstöðuna, vel gert þarna, pílið, Mewtwo tekur úr Snella, Snelli ekki eiga mjög góðan leik hérna sem af er drepinn hann í bleitinu meira segja. Fer yfir á Junkrat. Já, meiri skaði, meiri pressa á tankinn þarna. Góður lappi hjá Budgie, nær að halda öllu liðinu sínu á lífi, en er það nóg? Giljagur fellur fyrir GKR, lappi kemur út á móti, Budgie notar núna Windowin upp á hægrandinu, nær ekki neinu, tekin út GKR með 3 virkilega stór kill. Og strax eru bara 5 mínútur horfnar af klukkunni og ennþá eru Uxar að íta áfram. Já, 0 metra ennþá hjá Berserkjum. Kemur út Kitsune núna hjá Hönnupönnu, GKR er örugglega að leita að Emmi, kemur út núna, tekur út 1, nær ekki meiru, spurning hvort þetta einfallega hafi verið nóg að setja reynda tekur út Hönnupönnu. Þetta tekur pressuna af Reinhardtinu með því að fella Junkratinn. Bakka bara undan þeim er alveg sama, þau eru með, þau þurfa enga fleiri metra Uxar. Nei, bara kaupa tíma núna. Já, algjörlega. System 32, vel gert. Það charge upp Rayleigh hérna núna á ræninu og vel gert þarna. Reaperinn er one shot, hann er ekki með ultimate, hvað er hann að gera? Resetta. Spurning hvort hann, já, hefði átt að cancela reyðinu þarna til þess að deyja fyrr. Já, hann er samt ekki síðastu til þess að spána það. Nei, spána saman tíma, já. Hefur ekki áhrif að þessu sinni. Spurning hvort að Berserkir geti ná einhverjum metrum fyrir þetta núna. Bara máttur hann meira heldur núna, 525. Ok, þá, já. Kemur út núna, 2 ultimate frá Berserkjum, 1 frá Victory Stone. Nær að drepa, dekkir, engin lampi í boði, Giljagur uppi, Orbitari var þetta niður, GKR tekur út Budgie, Victory Stone tekin út sömu leiðis, þetta er jafnt í liðum, þetta vantar Batti spáða megin, Hannapanna fellur núna fyrir að setja sem tekur út Victory Stone líka, Mewtwo tekin út af Snella, að setja virkilega lág þarna, er þetta snúast við? Nei, Snella og System eru með þetta ásamt Giljagur. Þetta er svolítið allt út um allt eitthvað. Þetta er algjörlega allt út um allt. En Berserkir núna loksins komnir með metra á töfluna. Já, og var hann langt
með forráðspónið, spurning hvar Ég er hef að ekki setja? alla leið. Hvar er að setja? Hvar eru? Vita uxarnir af því að það er ekki tank að hlýtur eiginlega vera. Þeir eru bara ekki minnið speed til þess að komast inn. Uxarnir. Smá galli vita komp eins og þeir eru með núna. Vel gett isolata hérna. Tankinn notar, er inn í sjattirinu einhvern veginn hérna reyndar að setja, tekur ótrúlega mikinn skaða og fellur hérna. Gott counter sjatter hjá Viking á móti að setja sem að hélt hann væri komið framhjá. Hann var komið framhjá Reinhardtinum inn í alla squishies en þá bara nei, Það var satt þú bara ferð hingað og ekki lengra. Já, Mjög vel gert þarna, en ég fílaði samt þessa ákvörðun. algjörlega. Þetta var bara 1, 2 og ég ætla inn. Já, 100%. Og þetta er svona það sem að þarf að svolítið að gera ára matra. Já, og hann fyrir bara fram hjá ræninum, ætla að beint á supportan hans. Já, Þetta er bara nákvæmlega uppskriftin af því sem að, uppskriftin sem á að virka. já, og snella tekin út þarna af GKR, vel gert, er með kýleikur og tekur hann út sömuleiðis, er tekin út af þeirra á system, það skiptir ekki máli sem að Víkingur tekur út að setja og það er gluggi uppi einhvern veginn, system er að ná að halda þeim af, þorðu ekki í en þóttir væru með gluggan þarna, en Víkingur ætlar alltaf uppi núna, en það sem Víkingur er ekki minn speed að þá verður hann að hleypa honum út. Og einungis núna með bara títt með sér, Já, þá bakkaði undan. 1,5 mínúti eftir á klukkunni, þetta er búið að líða eins og ég veit ekki hvað. Það eru komnar 9 mínútur búnar að verða. Kemur dekk frá Snella, tekur út lampan og Mewtwo, gott fyrsta pikk hérna núna, er í góðri staðsetningu, tekur út hönnupunni bara sömuleiðis, vel gert þetta núna hjá Berserkjum, ættu að Hvergi nálægt ég að hætta. ná forráðspónið fyrir þetta dekk. Já, jú, Víkingur þegar er ekki Víkingur og ennþá- Victory Stone eru báðir með badspón. Já, Þannig að þeir ná forráðspónið það. og einmitt ekkert speed í boði. 50 sekúndur eftir á klukkunni. Nú verðum við að fá, já, minnstakosti 2 teamfight frá Berserkjum, back to back. Ef þeir ætla eiga senst þá verður það að gerast. Já, Og þeir verða að halda bóttanum hreyfanlegum allan tíman. já, þeir verða að vera á honum. Þeir verða að fá prósent frá metrarna sína. Hannapanna með ultimate núna, Mewtwo fylgir eftir, nær engu. Lampir færin út frá Victory Stone, mjög lágur þarna meðlimir Uxa. Báðir supportarnir down, báðir TPS-arnir niðri fyrir Berserki. Gilleikur eins og það fellur, Böttjó og Setja eru ein eftir. Víkingur er mjög lágur, er að stakkara sig og biðja pásu, en það er teamfight í gangi, ekki fyrir teamfightin er búinn. GKR tekur út Böttsi þarna og þá er pásað að Setja og GKR voru einir eftir. Eitthvað vesen á skjánum hjá Víking Víking. meðan við upplýsingar. Já, En hann segir að það sé allt og í guð góðu. held að við séum bara á leiðinni eiginlega beint aftur inn. Já, Víkingur vill fara strax aftur af stað. Þá gerum við það. Þá verðum við að óskans og þá er spurning hvað að Setja gegn GKR hérna. Hittir ekki slóorfinu sínu GK en er er ekki með með feit. Nemesis form. GKR er með TP, kemst út lifandi en að Setja Það kom í overtime. verður að vera á punktunum. Það er komið í overtime. Og núna koma allir meðlimir Uxa. Berserkir eiga System er 3 út. kominn. Náður að nota einhver á þessum ultimate. Að Setja næri ekki að nota ramp-ultið áður en hann fellur þarna fyrir GKR. System tekur hins vegar út Victory Stone, fellur hins vegar svo fyrir Mewtwo og Sjattir er nær að loka þessu út fyrir Uxa. Vel gert hjá Víking. Þetta var bara of lítið, of seint. Já, það er svolítið máli. Já, Eftir þessi fyrstu 2-3 fight að fá svona lítið fyrir ballkompið 100 metra á móti engu. og hvað var þetta, 2 fættar? Eða náðu þetta 3? Þetta held að hafa verið 3. Já, Þannig að á þessum fyrstu 2 þá áttu að átta því á því og segja nei, þetta gengur ekki, breytum. já, En þeir heldu því. Bara, ég vil meina það bara of lengi. já, mögulega. Og það er eingöngu það sem var þeim að falli. Já, Það sást þarna í lokin, rammin var að borga sig. Alveg já, það sérstaklega. voru raun og veru allir meðlemi Berserkja að, Og svo grátlegt líka, þeir áttu þarna 3 út Já. í lokin að Setja nær ekki að íta á Q-takkan. nei. Þannig að hann fær ekki auka heldi sem hann fær fyrir að íta á Já. Q. Og það er bara óhefnlegt. Þetta er grátlegt. Já, þeir eiga að vinna svona stöðu. Mögulega sjálfur sér kent, lengi af stað. Eins og
eins og ég kallaði bara í byrjunina, hafa þið tíma til þess að koma sér inn í þetta. Já. Og þarna púst leifir þetta bara ekki. Þú færð ekki umhugsunarfrestin eða tíman sem að þú vilt. Nei, og svo eins og þarna. Þeir unnu kannski jafn marga tímfæta og uxar. Já, þeir unnu bara ekki þeir voru bara búin að hleypa 110 metra eða svo. Þetta líka bara... Þá ertu bara allan tíman eftir að vinna við tímfætið að íta að bottanum. Að elda. Já, íta að bottanum og bottin fer ekki neitt. Já, algjörlega. Já, í rauninni að veggnum sem bottin ítir. Já, og þetta er, ég meina, ég veit ekki statistikinn á þessu, en þetta er svona 60-70% af þeim sem að vinna fyrsta fætt, vinna pús. Það er óþægilega mikil prósenta af þetta er svona, sem að vinna fyrsta fætt, taka bara restina af mappinu. Já, svona, þetta ræðist of mikið í raun og veru á þessum fyrsta fætt. Það gerir það. Það er það sem er óhefnilegt við þetta. Þá eiga berserkir fyrsta mappick þetta tímabilið. Það verður gaman að koma skemmtilegt að sjá hvað þeir velja. Já. Ég hef ekki hugmynd. Nei, ég veit það ekki. Þeir geta tekið út ból sem sagt uxar af því að þeir tók út ból á fyrsta mappi. Já, þeir geta tekið út bolta, en boltinn var samt ekki að borga sig. Nei, alls ekki, en bara ef að berserkir myndu reyna að velja mapp sem hendar boltanum betur heldur en búsan og rúnasabi. Ekki það búsan henda boltanum bara freka vel. Já, en þar var boltinn ekki með. Algjörlega. Það var að rúnasabi þar sem boltinn mátti vera, en rúnasabi er ekkert sérstaklega gott bólmapp. Nei, það er ekki ég er ekki boltaspilari og ég þori ekki að spila með bolta. Nei, þú veist, ég er engin spes boltaspilari, en ég spila boltan. Já. Og mér finnst hann ekkert sérstakur á rúnasabi. Nei. Af því að bæði það eins og sást þarna, ef það er eitt Cassidy, þá ertu alltaf nógu nálægt þeim til þess að vera að refsa fyrir það. Já. Og þú ert aldrei nógu langt í burtu til þess að taka ekki mikinn skada frá Cassidy ef hann er bara að horfa á þig. Eins og Mewtwo var að sinna sínu starfi bara nákvæmlega rétt. Hann er að píla, og Reaperinn líka, GKR er að píla líka fyrir supportana sína, af því að þeir geta ekki átt við eitt bolta. Nei, Kiriko... Raun og veru reyndar eiga Kiriko Baptiste næstu því að ná að eiga eitt bolta. Já. Einsamall bolti. Eða þú ert komið Sombru eða Genji. Já, þá er ég farin að finna til með supportunum. Já. En eitt bolti þá 2 supportar. Flest allir 2 supportar í leiknum eiga að vinna 1 á móti 2 móti boltanum. Já. En leikmenn eitthvað að kasta þvægi. Og við virðum það. Nei, hver þarf ekki að gera það? Þú ert ekki mennskur og þarf ekki að gera það. Nei, það er mikið rétt. Ekki nefnum sért með búin að ganga frá því. Já. Sért bara með gera ráðstafanir. Gera með póka á hælnum. Já. Það er... En ég sé eiginlega ekki tilgangi í að Nei, ég held, ég meina... Ég sé eiginlega ekki tilgangi þó að mappið verði honum í hag. Nei, alls ekki. Mewtwo á Cassidy var að gera allt. Og það er Lijiang. Þetta er bara Ramatra. Já, núna ætlaði að halla sér inn í Ramatra-kompið. Já, af því að það var að borga sér í lokin. Já, fara út á... Og það borgaði sér á Busan líka. Já, en var ekki einhvern tímann í reglum að það mætti ekki pikka kontrollnum að bara í Decider? Ég er bara núna skjóta einhverju fram. Mér minnir að hafa einhvern tímann verið í reglum, þarf ekki að vera sér lengur. En ég bara þori ekki að fara með það. Af því að það verður að vera Decider og má ekki vera 2 uppur. Já, það verður að vera byrjun og síðasta. Ég selja ekki dýran í geta. Við erum að leiðin á Lijiang allavega. Já, það er búið að velja það. Já. Og þá fáum við bönnin. Þetta eru bæði rauðskompin en þá... Hvað með... Reinhardt út. Ég var að fara að segja, hot take hérna, banna bara Reinhardt. Já. Hvað gera þær þá? Þeir fara á Sarju. Það er hetja nr. 2. Það er hetja nr. 2. Hvernig ætlar að spila móti Sarju? Þeir spila Ramatra. Já, þeir þurfa þess ekki. System 32 spilaði Sarju á Lijiang á móti Mismats. Já. Síðustu viður berserkja og það gekk 2-0 sigur á Mismats. Ég bara miða við framistöðu hingað til. Þá sé ég ekki tilgang í að berserkir ætli að gera neitt nema að fara Ramatra. Nei, það setja ég búin að spila. Hann var að standa sig eins og hetja. Allan tíman sem hann hefur. Boltinn hann var að gera ekki honum að kenna. Nei, en boltinn er bara liðlegur. Já, hann er bara liðlegur. Hetjan er bara liðleg. Og það er líka bara, þetta er ekki, það er stundum, boltinn er oddurinn á spjótinu í dæfinu. Já. Og það er honum að kenna, það er honum kennt þegar það gengur ekki upp.
en þú getur ekki dæfa með einu bolta nema þú sért bara að smörfa á ladder og það er enginn að tala saman og veit enginn neitt og þú ert bara miklu betri og þú bara átmekanikar alla baklínu andstæðingana en í uppsettu spili að þá verður að hafa minnstakosti 1, helst 2 sem elda uppi af því að þú veist, boltinn er svo rosalega góður í því að búa til aðstæður sem henta þér betur en hinnum aðskilja 1 frá öðrum aðskilja 1 eða 2 bara og frá öðrum frá hinum í liðinu og þá ertu allt í einu kannski komið 2 eða 3 á 1 eða 2 og þá átt að vinna það og svo ertu, heyrðu, þeir eru búin að missa 2 að þá fara restin að fara 5 á hinna 3 það er nákvæmlega hvernig boltinn er spilaður og spurning hvort að eitthvað, þú veist, hafi ekki verið að ná að smetla saman vírum eitthvað bersakirnir í dæminu og enn og aftur, ég held að þessi Cassidy hafi bara eðilagt svolítið fyrir núlað út, mögulega og svo einmitt þegar að setja Konso inn á boltanum þá var Reaperinn til að taka á móti því sem að Mewtwo náði ekki já, alveg rétt þannig að það var bara þeir voru bara vel undirbúinir fyrir boltan boltin var bara eiginlega núlaður út og það er ekki að setja að kenna nei, það er bara Uxar að gera vel og eins og þú segir, ég er einhvern veginn fastlega með því að við fáum System 32 á Sarju eða að setja á Ramatra ég gerir sterklega ráð fyrir því ef þeir banna Reinhardtinn þá fer hann á Sarju þá fer Víkingur á Sarju, við vitum það ef þeir banna ekki Reinhardtinn þá spilar hann á öllum öppum þá sé ég það fyrir mér að þeir þetta banna Reaperinn frekar þeir getur þetta ekki tekið út Venture þannig að nei, að þeir Venture er núna inni og stórt sjátt frá fyrir Uxa að taka út Cassidy ef það er ekki hægt að taka út Venture akkur ekki taka út Cassidy þá er ekkert af því að Snella var að ganga mjög hún gekk vel á Mecha-base til dæmis og neytti í raun og veru neytti hann af neytti Mewtwo til þess að skipta af Venture með Cassidy þannig að ég bara, þú veist, ef að Uxar er að horfa akkur ekki bara taka út Cassidy ég minna þú veist, það er bara hugmynd. mjög af því að Mewtwo er fáránlega góður á Venture við sáum það alveg svakalega við sáum það á búsan þangað til hann fekk counterinn en ef counterinn fær út um gluggan, hvað þá? Þá held ég að hann gerir það sem hann vilji heldur hann áfram að ganga berserksgang í gegnum berserki þannig að ég alltaf er sammála því svo eru þeir bara með einhverja aðra hugmyndir bara Juno eða Cuttin eða eitthvað sko við búum bara til eitthvað hér en ég hefði hugsað út í það ef ég væri leikmaður Uxa að þá myndi ég kasta þessari hugmynd fram ef þeir eru alltaf að spila Venture svo þarf það ekki að vera Junkrat er virkilega sterkur og Mewtwo var að standa sem svo heiti á Cassidy þannig að kannski ætla þeir bara að spila Cassidy börnurinn er komin í hús Berserkir banna Reaper eins og ég tók fram og Uxar banna Ramatra sem þýðir að það er Sarja öllum líkindum er það Sarja og þá er það System sem að spilaði Sarju þá reyndar var Anna kom sko, þá var það System Guttix, Snella að setja Budgie þá var Giljagur ekki inni þá var sko System og Sarju, Guttix og Bastion Snella og Vendetta og að setja Zenyatta og Budgie Baptiste áhugavert við erum örgulega að halda sama supportlinenu við erum búin að gera í kvöld ég reikna með því að setja geti farið á Ash að setja geti farið bara á DPS ef þeir ákveða að svissa þessu upp eftir Ramatra-bann ég er að segja það ef þeir breyta því til og halda þú veist System á Sarjunni þá gerir ég sterklega ráð fyrir því að hér farið að setja á Ash af því að ég meina þeir eru búinir að vera með spýti allan tíman og Giljagur á Juno hann er sterkasti Juno-spilarinn leyfi ég að lofa bara búin að standa sig mjög vel þannig að og Budgie hún hefur mest verið að spila Baptiste og þau spila mjög vel saman Giljagur og Budgie og eins og við sjáum og þá er engar breytingar á því lítur ekki út fyrir þannig nei Victor Stone ennþá inni bara samanlega eina munurinn að GKR fær ekki Reaperinn sinn núna nei og fer þá að öllum líkindum á það á að matcha Reinhardtinn að setja þess bara ég get allt sem þú getur og betur ég meina sko ég er miklu hrifnur af kompinu hjá Berserkjum það virkar betur sem Reinhardt Reinhardt vill speed Reinhardt vill reyndar Susuið
Já, hann er alveg til í og það sem að Setja vill ekki er anti-netið. Anti. Já, það er hundleðilegt. Slípið allt í lagi. Við erum með immort til þess að sleppa út úr því, við erum með speed til þess að bakka. Já. En það er ekki eins og anti-net. Það er baptist. Það er baptismur sem skiptir yfir á síðan. Þá er þetta bara jafnt fyrir utan það að þeir eru með speedið öðrum með. Já, GKR á Echoinni og system á Symmetru sem er alveg rosalega mikið síðpressur á Viking. Þetta er gaman að horfa á Ræn á móti Ræn. Ræn á móti Ræn. Við erum mætt. Season 7 af almenna. Það hefur ekkert breyst. Ræn á móti Ræn. Rosa fæðistræk. Báðir lampar komnir út, bæði lið lá, Snella tekur út Victory Stone. Þetta á að vera go, go, go fyrir Berserki sem og það er, en spil þetta bara örugt. Þurfum við ekki að fara lengra? Nei, í raun og veru ekki. Báðir Rænhardar í 61% í útfjall. Þetta er allt nýfjant. Jep. Budgie reyndar að sigra Victory Stone að það sem hann féll áðan. Að Setja tekur út Hönnupunnu og Mewtwo og annar fættin er búinn. Bara, hver er þessi Rænhard? Af hverju spila hann á matra? Hvar er þessi búinn að vera? Já. Hvar er hann að smíða gameflögar? Bara algjörlega. Og þeir eru að fara að lappa inn í window. Og báðir Rænhardar að fá shattir. Ég held að þessi window geti komið Uxum hérna óvart. Það sem að Victory Stone er svo langt á eftir. Budgie ætti bara að nota gluggan leið og hún fær hann. Vel staðsett hérna. Kemur út. Nei, þú nota lampan, vel gert hjá GKR, neyðar út lampan, ætti að koma. Mewtwo tekur bara út system og allt í einu eru þeir undir. Víkingur með gott chart þarna næra pinna að Setja og þá er þetta komið og hljóta naga sér í handabökin að hafa ekki notað út Budgie og að Setja. Já. Hvorugt liðið? Erum við á leiðinni í eldhúsvaskinu? Við erum, ég get lofað þér. Það er allt að fara til fjandans. Við fáum 10 út hérna. 7. 7, ok, þá segi ég 8. Fyrsta út er komið, 2 út er komið, 3 út eru komin í. Og það bara öðru megin? Já, öðru megin. Þarna bara hver ítir á kú undan. En þetta getur bara komið aftan að þér? Ég hef fullt mikið. 3 út öðru megin frá? Það er ómikið. Það er allt ómikið. Ég veit ekki, ég ætla ekki að segja hvað það er sem átti ekki að nota þarna, en ég vil halda því fram að Hanna-Panna hefði ekki átt að nota Kitsune. Nei. Hinn tvö voru notað undan, þá þurfum við ekki Kitsune nema við séum að tapa. Já. Mögulega eitthvað smá stress. Skiljanlegt. Snella með dekkið, vita af honum eða hvað. Dekkið eru virkilega lág. Er með target þarna nær, gera Viking virkilega lág, hvað gerir? Vel getur Gilleikur að fylgja eftir þarna á Viking, Snella tekur út lampan, Hanna-Panna gegn hverjanda með sikkur pikki, Snella sömu leiðis, 3 eftir, 2 eftir, lifandi gegn 3, að Setja hins vegar enda á lífi fyrir Berserki, þannig að þeir ættu alltaf að hafa yfirhöndina hérna. Tekin út úr koppíinu, GKR er one shot, að Setja nálægt í að falla þarna. Mjög. Að Setja ennþá með shattir. 1 ult gegn 1 ulti. Shattir er yfirleitt ulti sem er bara hent út fyrst, já. Og ef þú hittir ekki þá bara, já, býtum í það skúra. Virkilega vel gert. Gott röst þarna, fær Shattir, hann gerir skaðan allavega neyður út trúsúið. Þarf núna aðstoð. Kemur út lampi. Mjög vel gert. Kemur út núna Gilleikur með ultimate 95% af klukkuna. Hver ætlar að fara á punktinn? GKR er komin á hans og hann fer ekki á punktinn að Setja. Vikingur reiðist til þess að fara inn á punktinn, Shattar inn á punktinn. Þeir leið, það er einhver annar inn á punktinu. GKR reyndar hann að sigur með skoti á hans og Snella tekur út Victory Stone, Hanna-Panna tekur út system. Að Setja er að fara aftur inn á punktin til þess að hjálpa liðinu sínu. Budgie er enda á lífi. Hanna-Panna virkilega lágur, gæti ná megapakkanum þarna, fattar það ekki að því hún neyðist til þess að fara á punktin. Og Uxar teknir á eigin bragði. Já, ég ætla að taka það líka fram. Þetta var stór hættulegt hjá Berserki. Þeir notuðu 4 ult á 3 sekúndum. Já. Þeir voru svo vissir það átti enginn að koma á punktinn. Nei. Þetta var lygilega hættulegt. Já, og ég vil bara svona persónulega meina það að þetta sé svolítið byggt á að það sé speedboost öðrum megin en ekki hinum megin. Algjörlega. Sem bara spilari Overwatch í mörg ár og spilandi Rush í mörg ár líka, að þá er bara speedið, það gerir Reinhardinn bara
hann gerir hann klift að gera hluti sem hann á bara ekki að fá að komast upp með. Já, og núna er ég að fíla það sem ég er að sjá. Giljagur Snelli er kominn á megin. og þeir halda system að TP punkt. Þetta er eitthvað, við elskum að sjá þetta. Ætlar næst í að veggja hönnupunnu þarna sem var komin mjög djúpt inn. Sýndist mér allavega að þetta hafi verið hannapanna. En punkturinn er berserkja og það er Uxa núna hvað þeir alltaf að gera í því. Víkingur hins vegar er búinn að ná virkilega miklu útsjarti. GK er komin yfir á Ash, Mewtwo er komin yfir á Venture. Hann setja að taka mikið skada, neyð út lamparand að snemma, vel gert. Mewtwo tekur út Budgie sömu leiði, Snelli er ekki með Iceblocki, tekin út af Mewtwo. Berserkinn á fyrsta kappi en það skiptir bara engu máli þar sem að Mewtwo heldur bara áfram. Mewtwo heldur áfram, hann er hvergi næri hættur, þetta er bara að setja sem er eftir og þeir fá 10% fyrir þetta og Víkingur komin í 70%. Að setja reynda líka. Já, en það dó hann síðastur. Það kannski hefur eitthvað að segja Fleiri breytingar hjá Berserkjum þar sem að Snelli fer yfir á Hanzo og Budgie á Kiriko. Já. Mewtwo að sniglast. Þeir tapa spítinu núna. Já, þannig að hvorugt liðið er með speed. En eru með smá með köttin. Kötturinn getur tóða. Snelli! Og að setja kemur bara til þess að hjálpa honum og drepa bara Mewtwo. Þarna var kötturinn. Já, Kötturinn beint upp á hægrandi með Reinhardi minn. Við ætlum að taka þessa Venture og pakka henni saman. Þetta er lið sem er að spila í kringum hvor annan. Það er greinilegt hvað þetta var fljótt að setja að hjálpa liðinu sínu þarna. Það kemur og gengur líklega út sjaltir frá Víking. Já, eða hvað? Tekur út að setja nær einhverju minni í þetta, vel gert þarna, ná að snúa punktunum við Berserkir en augnablik hins vegar Snelli er stórhættulegur á sem hann svo tekur út Viktor í stór. Þarna voru Mewtwo og GKR að vinna yfirvinnu í baklínu. Ekki í fyrsta og ekki í síðasta skipti. Nei, alls ekki. En alltaf gaman að sjá hvað þeir geta klóra í bakkan þegar þeir eru undir. Já, það er þessir DPS-ar hjá Uxum er snúa þessu við þegar þetta á að vera tapað. Já, á að vera reset. Vita þeir á honum, við hljóta vita á honum eða hvað. Það þarf ekki að vera. Hann er samt að hreyfa sig endalaust. Já, hann er að kratsa, það heyrist eiginlega ekkert í honum. Kemur TP og Shatter. Víkingur inni í hannapanna næri ekki halda honum að lífi gegnum Kitsurösti en það tekur GKR út Budgie, GKR tekur út system 32 líka, Mewtwo tekur út Snella og reyndar nota þarna 4 ultimate Uxa þannig að það er eins gott fyrir þá að þeir vinna þetta en að sama skapi þá bara held ég að Berserkir geti komist ekki inn í þetta aftur. En þarna sáum við aftur DPS-arnir hjá Uxum að vinna yfirvinnu þegar tankin er fallið. Já, þeir þurfi ekki tankin þarna. Og það kemst enginn inn. Og við fáum loka round á Legion. Þetta er áhugavert. Nú gætum við eins og að fengi breytingar frá Berserkjum. Núna væri ég til í að sjá frá Berserkjum. Ennþá, Rein-kompið. Ég vil sjá þá halda symmetrinni, en ég vil sjá hennan Hanzo fara yfir í Cassidy. Já, ég vil sjá hennan Cut fara yfir í Juno eða Lucio og ég vil sjá Budgie fara á Baptiste. Ég vil eiginlega bara ekki sjá Hanzo inn í þetta komp sem að Uxar eru með. Nei, ég er að segja það. Ég vil bara fá Cassidy hann inn. Já. Já, eða mæta Venturinni. Eða, já. Og við fáum Juno hérna. Og það er boltinn öllu líkindum frá að setja eins og mig grunaði. Það gæti alveg verið þess virði. Þar sem að Snelli er til þess að elda uppi. Já. Budgie getur séðan alltaf teleportað inn líka. Já, til þess að aðstofa boltan sinn. Og hann fer bara beint inn á Mewtwo. Og nær hann að fella hann. Nei, síðustu stundu náði hann að fara ofan í jörðina, tekur hílbakkan sömu leiðis af að setja. Þá kemur Snelli og aðstofar hann, en þá er liðið þeirra í vandastað. Getur ekkert gert. Uxar eru komnið með punktinn. Eða hvað? Víkingur, vel gert. Og GKR búpar Snella að setja út og tekur 2 í viðbót með sama dynamæti einhvern veginn. Báða supporta. Já, ekki spyrja mig hvernig. Ekki veit ég hvernig. Snelli ákveður að fara þetta. GKR. Ekki gefa honum tommu. Hann verður komið báðan að komast inn. Hann er á eldi maðurinn. Já. Hann er hvergi næri hættur. Nei. Já. Áframga, sagði maðurinn. Risastórt dynamite aftur.
Ég var ekkert að grínast, hann verður komið bópina. Já, hann verður komið Bob áður en þeir ná Engeji. Bólinn er komin inn en ég meina... Það er alltaf leið. Og GKR tekur boltan út af mappinu. Aftur. Nú held ég að setja að þurfa að skipta. Þetta er að verða of seint hérna núna. Snelli er svæfður og refsunin frá YouTube Gillegur er fastur inni. Ætti ekki að komast út eða hvað fer gott híl þarna. Vel gert náða TP-a mögulega á... Mikið rosalega þetta búið óhefilegt fyrir að setja hérna. Já, tvis og sinnum tekin út af mappinu og það hluti af þessu útcharti hjá GKR að taka boltan Stór hluti. 1000 damage plus bara að setja tegur þetta út Viktorust á núna, Víkingur tegur þetta snella. Þeir eru í yfirtölum. Uxar bara... Þetta ballkomp er ekki að gera sitt. Nei, það er ekki að ganga upp. Ætlaðir að halda því til endurloka? Þeir Já. verða að halda því núna því að þeir eru komin í 80%. Þeir hefðu getað breytt til og sendt einnir af búin til að sletta fyrstan. Mögulega. En núna kemur bara út Kidswinners og Nano á Rænir og Shatter. Shatter þar og eftir og... Medium, nei hvað sem þetta heitir hjá Venture. Kemur út Shatter, reyndar bara föll inn í. Gillegur er anti... Næri ekki að Nano. Systemna er tveimur. Og þetta er að snúast í hag Berserkja hérna, eða hvað Gillegur að setja eru einir eftir, Mewtwo hins vegar sömu leiðis einn eftir, vel gert þarna hjá að setja Búbaronum í burtu, hefðu öllum líkindum náð að fella Gillegur þarna, en að setja náði að færa hann frá supportinu sínum. Þarna náði Viktoristón bara ekki að henda Nanoin út. Nei, spurning hvort það hafi verið viljandi, þar sem að þeir vita að þeir eru með 2 út í viðbót og 99, en samaskapið svo sem Berserkir með öll ultimatina því að þeir hafa ekkert náð að nota neitt, þeir eru nýbúnir að fá þetta. Kjáma út Mines núna. Víkingur verður að lappa gegnum Mines. Kemur út núna Mewtwo, System og Snelli eru báðir mjög lágir. Vel gert þarna hjá að setja að fara í baklínuna. Mewtwo tekur út System. Kemur í veg fyrir þarna Bolt að fá að gera það sem hann vil. Snelli, Gillegur, báðir að taka virkilega mikinn skada. Gillegur spila virkilega vel þarna nær einhvern veginn að lifa þetta allt saman af og kemur út ultimatinu Budgie sömu leiðis. Kemur út Nanoið á Víking sem tekur út Budgie, GKR tekur út Snella sömu leiðis. Er með free fire bara, hann er að gera það sem hann vill þarna núna. GKR og þetta er allt að ganga upp fyrir Uxa. Að setja nær mögulega touchi hérna. Jú, hann gerir það. Budgie sömu leiðis, náðu touchi Snella sömu leiðis, en þarna er þetta farið fyrir Berserki og þeir fá að velja mapp. Uxar að vinna sér í þetta, 2 í röð núna. Já, virkilega vel gert hérna hjá þeim. Þetta ballkomp er ekki að ganga. Nei, ég er ekki hrifinn af þessu, heldur. Þetta er rosalega góð uppskrift. En svo bara ertu með kokk sem kann ekki að lesa. Og uppskriftin gengur þar alveg ekki upp. Já, uppskriftin algjörlega. er góð. Já, Stofnin á kompinu er góður. en framkvæmdin er ekki Framkvæmdin er bara ekki að ganga upp. Annarkvort er það berserkirnir ekki nógu vel að slípa þér saman til þess að klára það. Eða uxarnir bara betri í að bregðast við því. Já, ég bara, já. Ég er ekki alveg viss hvort heldur er. Nei, en eftir fyrstu 2 fætana þá held ég að City hafi bara átt að gefast upp á þessum bolta af því að Rænin var að ganga fyrsta rándi. Já, og eftir að vera coachgunnar út á mappinu 2 svar. Já, það er eins góður og við vitum að hann er á boltanum. Já, bara með þeim betri sem ég hef mætt. Þá er þetta bara óþarfa mistök. Já, eitthvað gripinn í bólunu eitthvað hérna af GKR. Ég held að hann hafi eitthvað misreiknað sig. Við sagðum þetta sáum þetta í hvoru skiptið, þannig að við vitum ekki hvernig þetta kom að, en mögulega bara svolítið gráður í killi. GKR one shot, ætlar bara gerir sér ekki grein fyrir hvað hann stendur og púf, út á mappinu. Það er ekkert ósennilegt. Já. En þá fáum við einmitt mappik frá staðan 2-1. 2-1 fyrir Uxa. Berserkirnir komnir upp að veggnum núna. Já, þeir verða að taka 2 í röð. Þurfa svolítið að sparka spyrna í vegginn. Já. Vonandi gengur það. Ramatra verður inni. Ég held að það sé grunnurinn að þessu. Ég held að það sé Ramatra kom. Já. En Reinhardtinn. Já, hann var að ganga. Af hverju?
Já. Til hvers að breyta því? Af því að þetta er bara svo gott map fyrir ból. Já, Já, þú veist, ég veit já ekki. það er bara svo erfitt að Við ætlum bara að spila 2 game út í kvöld. Það er bara control og push. Það er bara control og push. En það er bara svo erfitt að réttláta það. Já. Að skipta yfir í boltan þegar þú ert að standa alveg jafn vel í fæturna á Reinhardt Já. eins og Víkingur. Já. Smíðaðu bara kompið þá ennþá betur í kringum hvernig þú vilt spila Reinhardt. Já. Ég meina Hvernig þú vilt spila á móti hinum Reinhardt. Spítið og annað. En Þú veist, notaðu spítið, notaðu Maywallið, skiptu hinum DPS-um í Já. Reaper. halda kassetínu. Já, ég er að segja, þú veist, bara eitthvað. Já. Spilaðu bara þinn Reinhardt leik. Já. En er Reinhardt leikurinn þeirra? Greinilega. Nei, ég held ekki nefnilega. Ég held ekki. Nei, þú veist, það er kannski eitthvað uppskriftin sem þeir ætluðu sér með, en það er greinilega þeirra leikur. Já, þeir eru Það er kannski sterkur leikur sammála. það. Eru kannski ekki alveg sammála. Ég veit ekki. Nei, En við fáum rammin núna. Já, það þarf ekkert að vera, en Nei. við vorum að horfa á leikinn, þeir eiga þetta inni. Já. Þeir geta alveg farið Reinhardt-komp Já. og unnið. Já. En trúin kannski ekki til staðar. Nei. Ekkert að því hérna. Nei. Við veitum ekki hvað er í gangi í haustum á þeim. En Ramatra. En Ramatra er inni, en hann verður ekki inni ef þeir ná að vinna. Þegar þeir þurfa til sætir. Þá verður ramminn poppið ekki nú. Ég get lofað þér. Þegar þeir þurfa á honum að halda, þá verður hann ekki búið. Já. Ef þeir ná að spilna sig frá vegna núna. Já, og það verður Venture tekin út öllum líkindum og það verður sem því þú líka Venture verður komin inn aftur og eftir. Já. En ég meina það verður að taka út það verður að vera. Þetta er ekkert Berserkir er ekki að hugsa um 5. mappið. Þeir eru að hugsa um 4. mappið núna. Þeir verða að vinna núna. Nema þeir takja út Reinhardti núna. Já, það er möguleiki. Það er eitthvað sem ég myndi hugsa út í. Já, ég meina Ég er þar. Já, Venture af hverju er ekkert að taka út Reinhardt á móti Reinhardt one trick? Já, Venture er vandamál. Það er búið að taka hann út. Já. Svo bara verður hann að vera með. Já. Haltu bara kassettinu þínu. Þetta er Reinhardt til frá. Það er ekki skjöldur með. Nei. Hvað er Venture þá að fara að gera? Ekki mikið. Ef þeir fara Sarri. Ekki nema kassetti sem tekið út á. Ef þeir fara Sarri. Já. Þá er ein búbla. Já. Hvað er ein búbla með mikið held? 200? Nei. Er það svo mikið? Ég man það ekki. Þú ert tankplayer, þú ert að vita þetta. Ish. Ég ætla að fríða mig algjörlega. Allavega ekki mikið. Nei, ekki mikið. 150 kannski. Já, skiptir þess svo mikið öllum máli. En ef þú brýtur búbluna. Já. Og Ventureinn er komin inn, búinn að fara onni í jörðina. Já. Hvað ætlar að gera Venture? Ekki neitt. Fellur. Já. Og hvað er að versta sem gerist? Sarja fær 40 energy. Já. Berserkir banna Venture og Uxar banna Juno. 200 HP. 200 HP. Yes. Hann var með þetta. Þú treystir þér í mikið? Mér finnst þetta svo mikið. Mér finnst 200 HP svo mikið. Þú bara bling og þú bara búblan farin. Já. Þú ætlar að drepa, sagði. En ef þú ert að Reinhardt og svinga bubble, þá kemur sprunga í hana. Já. Hvað gerir Reinhardt sving? 115. Það var það allavega. Já. Ég veit ekki. Þú átt að vita þetta líka. Ég er að segja það. Þú ert Reinhardt. Já, ég er að segja það. Það var allavega 115. Já, þá kemur. Ég veit ekki hvort það sé búið að breyta því. 2 sving drepa búblu. Já. 1 sving, þá kemur sprungan sem þú sérð. Já. Þú veist, það kemur í búbluna. Já. Það veist að hún er hálf. Já. Svo ef eitthvað skýtur hann á milli, þá kemur stærri sprunga eða meira af sprungum. Já. Og þá. Þá eru farin svona það byrju 50 viðbót. Það eru 50 eftir. Já. Og við erum að leiðin inn á Espa. Og það er loksins tekinn Juno út. Og Venture. Ef við ætlum ekki að spýta, þá fáið þið ekki heldur. En Lucio er inni. Já. En það bara. Þannig að það er í boði speed. Þeir spila bara svo miklu meira Juno. En ég. Já. Gilliagur líka búinn að sína það hér í kvöld. Að hann er mjög góður á Juno. Já. Bara. Hann nefnilega. Þannig að það er alveg góð hugmynd. Já. Að taka út Juno hana. Þannig að speedið fari þá frá Ramatranum. Já. Að því ég gerir ráð fyrir að þeir spilir ram hérna. Já, 100%. Þá er speedið bara. Þá er þetta bara Gilliagur fyrir á Lucio og Budgie fyrir á Buffy. Ég ætla að myndi vilja það. Já. Að þeir haldi speedinu. Og ef ekki speedinu þá vil ég sjá system. Þá vil ég líka sjá system á symmetru bara. Jú. Þá hverfur bæði skjöldurinn hjá Rein og einhver tæknileg vandamál. Já. Möguleik. Sem er allt gott að blessa. Já. Þetta er eftir allt bara haldtæki. Já, möguleg. Eða bara kannski var tekin út villu setja eða eitthvað. Bara kemur allt í ljós. Það skiptir svo sem einhver máli. Við bara röbbum eitthvað áfram. Já, Ramatra, Lucio,
Sko, ég væri náttúrulega alveg til að sjá Kiriko frekar heldur en Baptiste, en bara meða við hvað Bungie hefur verið að spila þá held ég að henni líði betur á Bappinum og þá bara höldum við Já, það. Hann er alveg nógu góður Bapp er og alveg Kiriko nógu sé góður. betri. Já, og Kiriko er kannski ekkert mikið betri, þannig. Jó, Er það samt? já, sérstaklega þegar þeir eru með anafleik. Já, ég er ekki að horfa á aðra hreytur. Kiriko og Baptiste, hvor er betri? Kiriko er betri. Kiriko er betri, af hverju? Súsúið er betra enn Immortality Field. Já, Ultiðin er betra. últið hennar hefur alltaf verið betra. Já, En Þannig að- Window er samt mjög gott. já, en Og ef þú ert að spila... það bara enablar, já, fyrir við á nótt núna, gaman. Já, En það er þetta gaman. Ég held ég hef aldrei séð þetta kort áður nóttu til. nei, ég held að þetta sé bara glænýtt með nýjasta update. Já. Þannig að ég er spenntur. En við fáum með Lucio Kiriko. Já, þetta er það sem við vorum að tala um. Við vitum Vítið þetta allt saman. verður að vera. Já, Já, við erum alvitrir. já, við höfum alltaf hreinu. Og 5 metra. Já, TP út og spawn, ég Það- veit ekki, það- þú veist ekki með system. Nei, en samt. Á þessu. Þú ert að hlaupa svo langt tilbaka til þess að koma sjálfur tilbaka. Já, Og Snelli er á Tracer. Þannig að þeir eru að fara að halda sinn. Og við höldum áfram. Við erum alvitrir, Óli. Jú, við veitum þetta allt saman. Snelli Tracer, GKR Echo. Já, hann er óþólandi á þessum mappi. Echo punktur er óþólandi á þessum mappi. Já. GKR, hvað gerir hann? Hann er góður á Hann er Echo. góður á Echo. Já. Ok. Þetta er fallin mjög lágt. Og system tekin út af Mewtwo og Vikingur tekur út að setja og Victor Stone Gaur. Það var bara alltaf uppi. Snella einn Klára. eftir. Nota recallið, kemst ekki út lifandi hérna. Trúið því ekki, nei. Spurning hérna, sko, mögulega geta berserkirnir reynt að setja Snella til höfuðs GKR. Þitt verk er núna bara þú ert á GKR, þú ert á raskatinu á GKR allan tíman, hann væri ekki að spila svona við. Þú ætla bara að neyða til þess að gera mistök. Já, þú ætla bara að elda hann uppi. Já. Tracer er feat counter fyrir Echo. Tracer er bara mjög feat counter. Tala hún ekki þegar þú ert með Kiriko sem getur hent einum og einu hníf líka. Já. Þegar ef hún hittir einum þá allt í hennu er miklu meiri líkur á að Tracer Já, náði er Echo. 60 af þessu. Og að Sledja tekur út hönnubunnu virkilega snemma og einmitt sjáum það. Þetta er ekki bæt sem þú vilt taka. Þetta er bara nákvæmlega það sem við vorum að tala um. Snella bara og sýnir hérna styrkleika sinn á þessari hetju og núna nær hann að isolata Mewtwo sem er búinn að katta frá liðinu sínu. Herðu, nei, þá fer ég bara að supporta hann inn í staðinn. Og að setja tekur út 2 Gillegur út Mewtwo. Snirtilegt gert hjá berserkjum. Og ég held að þetta sé nákvæmlega kompið sem að þeir eiga að vera að spila. Já, ég er alveg sammála því. Taka svo sem ekkert að það vanti venture, sko. Nei. En þeir eru að spila þetta líka bara mjög vel. Algjörlega. Uppskriftin er góð. Þeir eru að Og ég held að GKR sé farin að verða varar sig. Hann fær ekki að spila eins frjálst og hann vill, því hann veit að Snella er að fylgjast með þessu. Já, svo er þetta líka þess að svo gott. Tracer getur bara séð botna. Já. Kemur hæ núna einhvern veginn að setja síðustu mögulegu stundu og Vikingur tekur þetta system og þetta er alltaf snúast við. Mewtwo er one þarna. Victor Stone reyndar fellur, Snella. Engir supportar eftir en bara engin eftir hinum. En þeir fá ekki mikla metra fyrir þetta þar sem að það er ekkert speed í boði fyrir Hönnubunnu og Victor Stone og þau eru þar að leiðandi miklu lengur á punktinn heldur en bestarkettin með Lucio. Svo sannlega. Og núna sjáum við samt hvað þetta er miklu jafnara. 33,5 metrar á móti 48,9. Já, hvernig þetta allt í einu snýst við. Þetta er bara að þú tapar tveimur fætum í röð, það er bara kill. Þannig að núna er þetta ennþá á þeim stað. Bara þeir sem ná að klóra 2 fæti í röð, þeir vinna maður. Já, svolítið. Það er eiginlega staðan miðað við þetta. Já. Þú veist, það er komna 3 mínútur búnar. Þetta er bara staðan. Hann er með útið sig og er pinnar hérna út úr góðu bíl, kemur út sömulega, system tekur út, 1 tekur út, 2 að setja tekur út á 3, kemur út GKR, copy hérna og bottinn, hver er á bottanum, það er Mewtwo og hann nær forðarspónið fyrir sitt lið og Snella nær ekki að taka hann út strax. Þetta var dýrkeypt. Þetta var rosalega dýrkeypt fyrir berserkina. En þeim vantar reyndar Mewtwo. En hann er með forðarspón, þannig að það skiptir bara ekki eins miklu Nærandi? Já, hann er.
Já, hann nærði. Þá er það slæmt. Mjög slæmt. Ekki nema uxarnir ætli bara að gefa nokkra metrar núna. Já, mögulega. Þeir eru þetta með forvarspónið. Það er það sem er dýrmættast í þessu. GK er hættulegur hérna. Hættulegur á S-inni, gerir mikinn skaða. Gott þarna. Nær að lifa. Ætlar að hleypa honum út. Viktorsson tekur út snella mér þessa. Mögulega glugginn þarna að aðstóða. Enda stendur GKR bara þarna. Já, hver á að fara á hann? Treystir allir. Já, þá færði hinn í baki á þér. En þarna einmitt kemur það inn og þá kemur bara Kitsune frá hönnupönnu. Viktorsson tekur út að setja. System er í vandastattur, vill ekki taka long range fight við S. Og Víkingur kemur bara á að hjálpa honum. Og Budgie og báðir supportarnir vandastatti. Killekur ættin mögulega að komast út lífandi. Nei. Eða hvað? Jú, Killekur kemst út lífandi. Hann sleppur með skrekkinn. Grátlega lítið bil hérna á milli þessara liða. Já, en samt svo stórt. Já. Uxarnir ætla ekkert að íta. Þeim er alveg sama. Sem er skrítið af því að já, þeir eru auðvitað ekki með henni. Það er bara Hannabann þá sem þyrfti að fara punktinn. Það er rétt. Höfðu bara ekki til þess að Kemur út pulsbomb, nær engu með því TP hérna á GKR og nú verður hann deyja sem hann gerir system vel gert. Aftur eru þeir að stela bottanum frá þeim. Killekur tekinn út af hönnupönnu. Viktor Stone, one shot. Það setja að gera vel þarna, kemur sér upp á hægrátti meira þess að þannig að Víkingur geti ekkert gert í honum. Lifir af með 139 health. Svo var Budgie til staðar, þannig að Jú. ef allt væri að fara versta vega þá hefði hann bara fengið healið sitt. Já. Eiga mjög góðan window hérna fyrir næsta fight. Já, er að koma upp á þeir eru bara að fá allt nema pulsbomb en þurfa að lappa inn í Skjatter, High Noon og Bob. Kemur út snemmu window og Víkingur er komin aftur langt inn. Þeir verða respanum þarna. Þoraði ekki af því að það kemur upp High Noon frá Mewtwo, vel gert, en System bara típjar einhvern veginn inn í baklínuna, tekur út 1, tekur út 2, virkilega vel gert hjá System. Hver var að horfa? Hver átt að fylgjast með System? Wow! Hvernig fór hann að þessu? Dolly, hvert fór hann? Hvert er hann að koma? Hvað er hann? Hvert er hann að fara? Hann bara kom, sá, sigraði. Já, bara áður en að nokkur einasti maður, hann var búinn að drepa 2 á hann. Við höfðum ekki hugmyndina. Það var enginn búinn að stóða sig við þegar hann var búinn að taka 2 út. Og eins og við höfðum ekki hugmynd og við erum með yfirsýnu við leikinn. Já, nú eru það ekki með yfirhöndina og innan við 3 mínútur eftir. Og erum að hægra hann til sömu leiðis. Við erum með beat hérna, þetta er allt að spilast fyrir þá. TP inn í þá meira segja. En eru enda með TP-ið uppi. Núna þarf bara að setja að ná sér í slow orb, henda út slow orb og últa þetta kemur út vonandi pulsbomb til þess að opna þetta hérna. Já. Nær engum. TP bara í gegnum Skjatterið, kemur út beatið hérna líka, sömu leiðist út að setja út Hannapanna og Viktorsson nota bæði últin sín hérna en þau falla. Fyrir það Víkingur tekur út snella. Reaper kominn. GK er búinn að skipta yfir á Reaper, Hannapanna í miklum vanda. Hunsar bara algjörlega þarna Víking eins og hann átt að gera, fórna System en skiptir engu máli. Það er þess virði? Já. Og þarna ég er virkilega hrifinn af því að nota window, ég ger það sjálfur, ég nota window mjög mikið gegn Ramattarúlti af því að hann bara bráðnar á 0-1. En þarna var beat og hvað ætlar að gera í Ramattarúlti með beat? Bara ekki neitt. Window er ekki nóg. Nei, það hefur ekki. Þú þurftir eiginlega að glugga eftir gluggan. Já, í raun og veru. Þú þurftir eiginlega að tvöfalda. Já. En Budgie með window núna. Á hægum notaði snemma, vel gert. Aftur er Víkingur kominn framalega inn. GK er sömu leiðis, hann er ekki með út hérna. Þarf að reyða í gegnum allt liðið og að setja bara takk fyrir mig. Ég ætla og er tekinn út þarna. Vel gert, mjög vel gert hjá Uxum. Spurning hvort að setja hefði átt að droppa þarna niður af því að þetta var Reaper.
Mögulega voru það mistök En þeir fá ágættan tímbættirna Buddy. Þetta var dýrkeypt. Þetta eru einhverjir metrar, allt of margir metrar leyfi mér að segja mér að segja. Það sem að hún fær Batspawn og Lucioinn er á Þeir frontinu. þurfa ekki að bíða eftir punktinum. Bara reyndar þarna á punktin system og Giljagur, ég veit ekki alveg með þessa ákvörðun, þeir eru að koma í veg fyrir forvartið en þeir eru bara að koma, gera það að verkum að uxarnir fara bara alla leið. Fara bara miklu lengra en þeir þurftu í staðin fyrir að gefa þeim mögulega lítið og koma svo inn 5. GKR tekur út Budgie sem var nýbúinn að spána í raun og veru. Snella ennþá að halda punktin. GKR tekur hann út, kemur út gluggi hjá Victory Stone. Þeir eru að láta uxana að hafa fyrir þessu berserkir en ég held bara því miður að það skipti engu máli. Þeir eru búin að eyða allt of mörgum tíma og últum í. Núna þarf Snella bara að bíða eftir að snerta punktin í lokin sem hann gerir. Kemur inn og neyðir út Lúsluðið þarna, vel gert, kemur út Hænún. Snella, nær ekki að lifa þetta af. Hver er með næsta touch? Það er Giljagur tekinn út. Hver er með næsta touch að setja, kemst inn eða hvað? GKR í baklínunni sama tíma tekur út system og þá er sagan öll. 3-1 uxar. Uxar fara með sigur á Hólmi í dag en virkilega nálægt í. Að flestu leyti. Þetta var mjög jafnt. Víkingur með play of the game hérna í lokin. Tekur út 2, tekur út 3. Flott charge á Snella hann í lokin. Já, mjög gott charge á Snella. Þá er þessi leikur búinn. Uxar með sinn fyrsta sigur á tímabilinu. Berserkir með sitt fyrsta tap á tímabilinu. Þetta er bara önnur umferð. Önnur umferð að stegn. Það eru 4 viðbót. Og það er annar leikur millir þessar liða mér þess að. Berserki koma næst sigur með harmahefna með sigur að eina sjónarhótti. Algjörlega. Og læra bara af þessum leik í dag. 100%. Bara hvað á að gera og hvað á ekki að gera gegn þessu Uxa liði. Já. Og ég held að þeir hafi átt að segja á því alveg vel og við að Ramatra er leiðin þó að þeir hafi tapað hérna rétt í lokin. Þá var það með grátlega litlu. Þeir litu langt best út á Ramatra-kompinu. Allan tíman. Já. Öll 4 möppin. Já, algjörlega. Við erum með meðlimi allavega annarsliðsins í húsinu. Þannig að við ætlum að fara í örstuttapásu og koma svo með viðtöl, ekki fara langt. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt jafn mikið um mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en... Ekki svo gott heldur.
Við erum komnir aftur með meðlimi Berserkja, Sævar og Guðbergur, Yes, Giljagur og Asetja. Verið velkomnir. takk fyrir. Þetta var hörkuleikur, gekk ekki alveg upp í þetta skipti, en margt gott að taka og bara svona, hvernig er fyrsta tilfinning eftir þennan leik? Bara fín, segi ég. Ok, margt sem var að ganga upp. Já, margt sem að hefði mátt vera betur, þetta er bara hestlimunurinn. Já, er það ekki? Það var, já. En mér fannst við vera að hugsa rétt mikið af tímanum. En bara, já, við ætlum bara að æfa meira og negla þetta. Já, ég meina þið stóðu upp í Reinhardtinum allan tíman. Algjörlega. Hvarlaði einhvern tíman að einhver að banna út Reinhardtin? Nei. Aldrei? Nei, það var ekki vandamáli. Við erum ekki lame. Ok. Nei, við vildum gefa Víkingi bara svona, þú veist, hann er rænmein, Já, bara leifa honum að halda því ok. og bara svona banna allt annað í kringum hann. Já. Já, algjörlega. Og venturinn var virkilega mikið vandamál. Mjög mikið vandamál. Já. Það var alltaf þetta, þú veist, einhver að koma í baklæni hjá okkur og það var svolítið svona sem truflaði okkur mest. Já, tekum hann úr jafnvægi þegar maður reynir að setja upp tímfæð, nei, bara allt í einu, snúið ykkur við, þú veist, það er, Vantar eitthvað í púsluspilið, já, Vantar inn. algjörlega, og svo, þú veist, þá gefur plássið og þá kemst Reinhardtin inn og þetta er bara, þú veist, þetta vindur svo mikið upp á sig, þetta litlu hlutirnir. En, já, Ramattan tekin út, það var svona Það var Bobby. að okkar mati ykkar sterkasta hlið, að þegar að Junoin og Ramattan voru bæði inni. Það er það sem að þið eru að vinna mest með. Já, það er að segja, ef eitt er tekið út þá bara svona fer okkar plan heila bara svolítið í sundur. Já. Erum að reyna að æfa upp önnur svona komps, en þetta er svona aðalega kompið sem við erum að vinna mest með Já. í augnablikinu. Ekki segja of mikið, sko. Nei, já, Fyrst að búa að segja þetta. Já. Í augnablikinu. í augnablikki. En ég minna, þú veist, Reinhardti kom virkilega sterkur inn, boltinn, ekki alveg kannski, Alveg. já, vantaði smá upp á, þú veist, Lucioin kom inn einmitt í staðinn fyrir Junoin að það var ekki mikill munur þar á. Svo leiðist, ég minna, Lucio er virkilega sterkt og Bara ég híla mikið betur á Juno. já, þú veist, það bara híla allir betur á Juno. það híla allir meira á Juno. Það er bara, þú veist, það er svolítið málið. En hérna, og Juno er þetta virkilega sterkt. Bara getur snúið við teamfight á bara Augabræði? augabræði. Eitthvað sem að þú vilt? Nei, í raun og veru ekki. Það er allt eiginlega tekið fyrir. Já. Hver er MVPs? Ég held ég veit ekki hvað það er að segja. Hvað, Víkingur þá? Hvað heldur ég að sé að hugsa? Sko, ástæðan fyrir að þú hættir að spila Jetpack-Cat. Já, út af, það er út af hérna Mewtwo. Já, Venture. Hann eiginlega Jetpack-Cat. Já. Dæmið mitt. Alfarið. Já. Hann kann að spila annað en Hansó. Já, það kemur mörgum á óvart. Já, Það er, með því síðustu móta þá kemur þetta einhvern veginn allt í hennu upp á þurru. já, Venture, Cassidy. já. Gerðu það bara vel. Og ég var actually rosalega hissa þegar það var Hansó í leiknum á mót okkur. Það var Já. GKR. Já, GKR. Já. Ég var alltaf, skjóti Mewtwo! það var ekkert, já. En ykkar megin. Okkur, þú veist, svo erfitt að velja, þú veist, ég hef bara, segja bara þú. Ég ætla að fara að segja þú. Það var svo sættir. Ég varst Jetpack-Cat playið þitt bara helviti gott með að hætti hann ekki búin að vera komin út í meira viku, sko. Já, náttúrulega þetta nýja update, bara rétt fyrir næsta ránd. Já. Það er bara svona, ok, hvað er planið? Hvað ætlum við að gera? Það er bara svona, erum við eiginlega svona að byrja á byrjun svona okkur neginn og örugglega allir. Já, Bóttinn, sko. Ég held að sé svona allir í sama báti. enda sáum við það hjá hérna einmitt Uxonum að þeir bara reyndi ekki einustu nýju hetju. Allan tíman, það bara, planið var bara nákvæmlega sama og vikuna á undan. Sem er Já, Já, við hefum kannski átt að halda við svipaði en okkur finnst alltaf gaman að já. gera nýtt, sko. Og það kemur líka, það er ekki bara það að sko liðin kunni ekki að spila, kunna þau heldur ekki að spila á móti. Þannig að ef þú ert búin að æfa nýju hetjurnar, þá ertu með ákveðna yfirhönd á andstæðingana. Einmitt. Það er nú hefð fyrir því Berserkir að vera fyrstur með Guðjón Móka. Var ekki Guðjón fyrstur á? Jú, Guðjón með fyrsta official stream á Já, Móka. ok. Emre og Jetpack. Emre og Jetpack-Cat, við erum að Já. þín í bankan. Já, já. Sko. Algjörlega. Við ætlum
kannski þegar næsta heita kemur út þá náum við Já, kannski að koma því inn fyrst. Já, ég menn að koma 5 í viðbót bara á þessu ári, þannig að það Margir sensar. margir sem þess að algjörlega. Þetta bara taka allar. Taka fyrsta mappi, renna bara 5. Já. Já, Ég reyndar vísvitandi spilaði ekki Domina af því að ég veit að hún er ekki spesmóti reyn eða tilfinningin allavega. já, Reynin það er er nákvæmlega það fljótur í sama og ég hef heyrt. Ég hef heyrt að rænin sé ákveðin counter við hana, því að hún vill halda smá fjarlægð og ef rænin er með speed þá bara gengur hann í gegnum því í raun og veru. Svolítið sama á með Sigma. Já, Ef þú ætlar að countera Sigma þá ertu bara að rusha gegnum hann. já, þú mátt ekki gefa hann plásið sem hann vill. Nei, það er sama með Domina. Já. Hún vill býða eftir piki, Akkurat. en rænin vill bara hlaupa og fá pikið. Það er miklu skemmtilega að hlaupa á pikið. Það Já, er miklu það ekki, skemmtilega. miklu skemmtilega. Já. En þá bara þökkum ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel í leikjunum sem að þið eigið eftir. En þá förum við í smá pásu og komum aftur, ég veit nú ekki hvað klukkan er, klukkan 8 það bil með úrvalsdeildarleik Dusty og Sela. Þannig að bara ekki fara langt, verið tilbúin.
Velkomin aftur eftir hennar rosalega leik í annar deildinni hjá okkur en þá er úrvalsdeildin Þá er komið að máli málana. stóru strákarnir. Þar sem er viðureign Dusty á móti Selum. Þá á að opna bókina miklu. bara hafa hana tilbúna sko. Já, 2 gríðarlega sterk lið. Mjög. Annað þeirra hefur tekið smá breytingu núna. Hitt er ennþá eins og það hefur alltaf verið. Já, hefur alltaf verið þessi nákvæmlega svemu strákar. Já, bara nákvæmlega eins og það hefur alltaf gengið í gegn og hefur bara borgað sig hingað til. Tjóðaldimeistarar. Já, bara og það er sama mapp, fyrsta mapp. Alltaf. Bústan. Já, öllum deildum. Já, í hverju umferð er að byrja allir á sama mappi. Yep. Búsan er þessa vikuna og næst verður að Lijiang. Já. Sem að við spilum hér á. Nákvæmlega. Þannig að alltaf verða kontról. Alltaf verða kontról í byrjun og út af einni ástæðu, það er ekki hægt að gera jafntefli. Já. Það er nákvæmlega. Það er bara eina ástæðan. Yes. Það er ekki möguleiki. Nei, en hverju býst þú við hér úr þessum leik? Ég skal alveg segja þér hvað Dusty er að fara að spila án þess að ef það er ekki bannaður. Komdu með það. Saria, Elo, Orion er reynda 9 hetjurnar. Já. Ok, á 9 hetjurna þá er þetta Elo á Sariu, Orion á Sojourn, Gunnar á Echo, jú, þetta er Lijiang, hann er Echo, Georg er á Kiriko, þetta er Búsan, já líka Georg á Kiriko og Egill Ari á Lucio. Já, Lucio Kiri. Já. Echo, Soj og Saria. Já. Og Selir verða með Doomfist. Nei. Akkur verða þeir með Doomfist? Er ég að rugla núna? Já, ég er að rugla. Já, sorry. My bad. Ding dong, pappi húsum. Blitzet, Ára Matra eða Fissfarmer, áður þekktur sem Snar, áður þekktur sem Reyni, eitthvað meira. Mörg nöfn já, á Sariu. Andúril, Reaper, Gummi Kolman, örgulega Ash. Já, Ash, Cassidy, og Widow. Og er Thunderthor Lucio og Chaos Baptiste eða Chaos Kiriko. Það fyrir eftir hvað mapp við spilum sem mapp 2, hvort að Gummi Kolman haldi Ash. Hann spilaði þetta eiginlega bara snæper. Já, hann spilaði bara hitgun. Já, mest snæper samt. En en aðalega bara hitgun. Ef hann þú veist, bannar á Ash eða eitthvað, þá fer hann frekar Cassidy heldur en Widow í mörgum tilfellum. Jú, auðvitað það bara því að það er bara ekkert hægt. Ég meina, Widow er bara viable á ákveðnum tegundum og möppum. Já, á móti ákveðnum tegundum og kompum. Já, og ákveðnum stöðum og ákveðnum möppum. Já, meiri segja. Þannig að það er ekki eins og, en svo reyndar er þetta Gummi Kolman, skilur. Þannig að þó að Widow sé á einhverjum mappi þar sem að hún er bæði léleg og á lélegum stað og í lélegri stöðu, á móti þá er hann samt að fara að vinna. Þá er maður með hendurnar samt mættur, sko. Það er bara... Já. Hann gefur ekki Tommu, sko. Bara ekki millimeter, sko. Nei. Tomma er svolítið stórt, sko. Já, reyndar. Var það ekki með klippan, hérna? Jú, maðurinn með hendurnar. Já. Það er Gummi Kolman. Já. Og Circuit Royale, þannig að þú fer ekki inn í LOS hjá Gummi Kolman, þá ertu dauður. Já, þá er voðinn vís. Já. Já, þannig að bæði lið gríðarlega sterk. Já, Dusty hingað til hafa verið sterkari. Já. Og með við framistöðu hingað til, þá gerum við líka ráð fyrir að Dusty haldi því áfram. Það þarf mikið það þarf eitthvað að gerast. Já, þannig að Dusty vinni ekki hérna, en ég, þú veist... Maður hefur samt alltaf trú á Sel. Ég get alveg séð Sel, já, og þeir taka, þú veist... Þeir taka mapp, er það ekki? Jú, maður gerir nú ráð fyrir því. Já. Þú veist, að því að þeir fá líka, þú veist, ef að Búsan fyrir þannig að þeir tapa því, þá fá þeir að velja mapp. Já. Og þá fá þeir að byrja að banna. Já. Það er svolítið að vinna með þeim þá. Er ekki betra að banna seinna? Af því að þá veistu svolítið hvað anstæðingurinn er að spila ef hann bannar eitthvað. Þá getur þú betur brugðist við því. Já, en það er samt tvíhliða. Já, algjörlega. Hitjan þín getur verið tekin út, þá allt í hennu þarfst að banna eitthvað allt annað heldur en þess að þú vildir banna að það er búið að
Já, núl út kompið sem þú ætlaðir að spila. já, algjörlega, það þarf að snúa Þannig að það er kostur og galla við að byrja bara og Já, vera setni í því. en kosturinn við þetta Dusty-lið í þessum bannkerfi er að þeir eru bara 5 og þeir spila bara þessi 5 Já, þannig að þannig það er engar breytingar. það er ekki Saria specialisti og Ramatar specialisti eins og er svolítið hjá selunum þar sem að þegar að það búa sem að þurfa að breyta spilara og það er Eftir náttúrulega má ekki eftir bann. Nei, Það sem að má gera eftir bann er að swappa ról. Já. Sem Það að reyndar í þessum leikjum hefur ekkert. það Hvað hefur segja? ekkert upp á sig að segja því að þessi spilarar eru allir svo specialistaðir á rólum En- sem þeir eru að spila Það getur hentað liðum sem er í fyrstu og annar del. algjörlega og liðum sem eru með fjölbreytta leikmenn Já. og ekki bara einn fjölbreytta leikmenn heldur bara tvo eða fjölbreytt þrjá. lið. Já, sem getur brugðist við alls konar Já. Þannig að það er alveg gott. Já. En við, eins og þessum, við gerum ráð fyrir þessum Já. kompum frá þessum liðum sem síkildu bara. Ég meina, já, Þú veist, það er engin ástæð til þess að breyta því nema Nei. að þeir falli með því, skilja. já svo sem, já en þú veist, ég er búin að telja Svo er stoltið svo mikið að, ef það er ekki að virka, þá ætla ég bara að halda áfram og láta það virka. Já, mögulega, Það- stundum Það er oft svo þeirliðis. Já, Að þeir vita hvað þeir eru góðir sjálfur á ákveðni hetju og hvað þeir eru góðir í að láta þær hetjur vinna saman og þá bara, við skulum bara klifra stigan. já, Þetta kemur. Við erum bara lélegir núna en við tröppum okkur bara upp. algjörlega Já, það kemur alltaf Eins og maður segir, eitt skref í einu. Já, svo sem sko hefur maður meiri trú á þessum liðum heldur en liðunum í leiknum okkar áðan að vera búin að pikka upp þessar nýju hetjur. Við fengum bara að sjá Jetpack örlítið, Og öllítið Emrey. já, Emre í 1 fight Já, ef það náði því. ekki eins og heilan fætt. Nei. En það var, hún var bara að pakka saman. Já, og við gætum, bara- hér gætum við séð nefnilega sko Orion Emre Orion, Emrey, og Anran, já, fer eftir kompinu. já, En Mögulega. Anran getur... en Anran er samt eiginlega meiri Gunnar hetja. Já og nei samt. Hún er svo Hún er- high risk, high reward. Og hún, já, Ævi. það er Gunnar stíl. Já. En horfðu á hetjuna, hvernig spilar hetjuna? Eins og Genji. Og eins og Tracer. Já, Hver spilar Tracer? já, reyndar. Orion. Já, Gunnar hefur nú staðið sig Já, virkilega vel. ég er ekkert að segja Já, að Gunnar sé en- ekki góður að Tracer, en- en Orion er go-to. Orion hefur líka mögulegan á að spila Anran af því að þeir hafa báðir hetju sem er Já, mjög lík. það er kannski spurning hvað er spilað með Anran, hvort þeirra er Já. að spila hana. Og svo Ef þeir ætla að spila hana. Íló, auðvitað, Svo, hún er virkilega sterkur Sigma spilari já, og svo hún er ekkert spiluð mjög öðruvísi dómina, þannig að, Nei, en svo þarf ég að fá þitt álit. Já. Af því að ég hef rosalega lítið spilað leikinu og eitthvað eftir þetta update. ok, Mizuki, hann er hver er staðan á honum? í, sko, fyrir þá bestu. Já, við erum að horfa á þá bestu. Fyrir þá bestu, þá er hann að virka. Fyrir hina, þá Já, er hann, en hvað spilar með hann? Í hvaða stöðu spilar Mizuki? Ég veit að hann er með ring sem hann hýlar í kringu sig. já, hann er með áru, Já, eins og Lucio. og hann þarf að hýla Eins og Brygg. Já, hann þarf að hýla eða gera skaða þá hækkar hversu mikið Já. hann hýlar á sekundum með árunni. Svo er hann með hattinn Sem skoppar á milli. sem hann skoppar á milli. Þá þurfum við að vera ekki nálægt, eða ekki? Jú, Já. og það verður þetta að vara lengja það verður eitthvað aðeins Ok. að buffa. Svo er alltaf últið hans rosalega stert. Já, últið hans blokkar ef ég mann eitt incoming projectile Já, þú getur verið og ert hýlaður inn í því. Já, þú getur verið húkaður út úr því af Roadhog. Þú getur, En Jetpack Cat. jú, af því hann er komin inn, hann þarf verið að fara inn í, Já. þannig að hann getur líka púlað þig. Hvað gerir? Vendetta últið drepur þig inn í, Það er ekki projectile. nei, Það er tæknilega sé sverðið hennar. já, Shatter, það fyrir gegn. já, það fyrir ekki. Ok. Þannig að því að ég hef Já. ekkert... En þú veist, öll skot sem að koma inn Já, í, já. núlast Þau algjörlega. núllast út. Já, en ef þú ferð En inn hversu í- mikið er healingið? Þú veist, er að tala um... Við erum ekki að tala um trans eða, Við erum ekki að tala um trans, en BAP window í gegnum, eða BAP að hýla í gegnum window. Erum við að hýla það mikið eða erum við að hýla minna? ég held að þetta sé Night Juno últi. Nær Juno últi. Já. Ús. Bap window, þetta er svolítið svona, þú veist, þá þarf það að hitta skotum og ef þú gerir direkt þetta þá er meira heal og svo er splassið á restina, þannig ég veit ekki alveg, ég er ekki með tölurnar á. Nei, ég er bara svona að Já. fá cirka hugmynd. Já, Þannig að heldur að við séum að fara að fá Mizuki í kvöld.
Ég er ekki viss. Nei, ég bara spyr. Ég held ekki. Það er frekar Lucio Kirko. Já, báðum liðum, já. Já, ég er að menna það. Já, 100%. Dusty banna Zarya og Seli banna Sigma. Það á að taka Elo út. Já. Elo bara bless. Takk fyrir túkall. Já. Séði Hann fer kannski í næsta lífi. Já, hann getur farið boltan. Hann getur farið dífu. Hann fer dífu. Já. Miklu frekar. Ég veit af því að við erum Hann gæti farið Winston. Hann gæti farið Winston er að koma inn. Winston er að koma inn. Það er rétt. Hvað er þetta? Ég sagði kannski næsta lífi. Já, svolítið. En já, Winston er að koma til. Hann er að koma sterkur inn og þá gætu við reyndar mögulega séð Anna Brygg. Anna Sen. Ég held ekki. Ekki? Heldur að sé Lucio Kiri með Ég held að sé Lucio Winston? Kiri, já. Ok. Það verður alltaf spennandi að sjá. Af því að Winston er að koma aftur inn. Já, það er bara svo mikið eftir möppum. Á Busan þá sé ég ekki fyrir mér að koma Anna. Á Vatn Gibraltar sé ég fyrir mér Önnu. Eða Dorado. Já, einhverju meira dive heavy mappi. Já, og mappi þar sem að þú getur staðsettið einhvern veginn. En Busan er bara flatt. Busan, nei. Já, þú veist, svo leiðis. En já, Anna hefur ekki verið mjög góð á Busan í gegnum tíðina. Busan er þannig mappa að Anna er bara alltaf illa staðsett. Já, hún getur aldrei staðsett og það er alltaf svo auðvelt að komast að henni. Já, það er í einstaka tilfellum þar sem það sleppur á trommunni. Já. Annars virkar Anna ekki. Já. En við sjáum það að það er Ronny dúkkan inn fyrir Gunnar. Við fáum ekki Echo spilarinn okkar. Nei. Sem að við erum svo hrifnir af. Miðað við það sem er pekað núna verður Roadhog að valinu hjá Elo. Já, og Lucio Köttur með Bastion. Hvað er Kötturinn að hýla? Er hann að hýla eitthvað mikið? Hann hýlar ekki mikið með þessu þegar af því að hann getur ekkert gert nema að nota E-sitt og speed. Já, ég með það kemur. Hvað sagði ég? Það hlaut að vera. Ég ætlaði líka ekki að trúa þessu. Nei, já. En við fáum Reyni Sót og Blitzett á Reinhardt inn í dóminu sem að hentar playstíl Elo virkilega vel. Dreifa fyrir sig hérna miklu meiri skaði á leiðinu út frá Dusty og bara plássið allt í heiminu. Grínkatsu líka engin Thunderthor hjá Selum. En fyrsta pikkið og svaraði strax Orion á Reyni jafnt í liðum. Elo er komin á punktinn, Rænin ætlar að koma til hans. Orion tekur Grínkatsu þá og þá fyrir svolítið oddurinn úr Reinhardtinum eða hvað Elo er tekinn út þarna og punkturinn er ekki komin til neins ennþá. Blitzett er að taka virkilega mikið skaðarna á punkturinn þetta og bara getur ekki náð að halda lífi og Orion með clean-upi með minnstakosti 3 ef ekki 4. Þarna kemur allavega 5 ef ekki 7 og Reyni aftur að falla þarna einmitt fyrir Orion, en Ronny dúkkan svo sem kannski að gera allan enn skaða og Orion svolítið að fylgja því eftir. Já, en sjáum líka að Reyni swappar yfir á meginu bara. Þeir ætla bara klassískasta Rein-kompið. Já, mjög klassískt Rein-komp og þeir ætla bara að reyna að finna eitthvað pick. Já, það kemur vekkurinn á dóminu. Hún hefur útgönguleiðina sem betur fer. Mikill skaði að ná Blitzett sem verður bara að bakka út. Andúril sömuleiðis, Orion tekur út Chaos og þeir eru ótrúlega lágur. Þá kemur góið frá Dusty og þeir taka út alla. Missar reyndar hann eigin Lara en það skiptir bara engu máli. Það sem að Orion er að fara að drepa. Elo varðarendar tók út meginu þarna mjög seint og 1 ultimate kostaði á þetta. Ronny dúkkan með bóluna. Mjög ódýrt. Bólan líka virkilega fljóta. Já, bara þannig út að þú mátt henda í út hvernig sem er. Þetta er svipað á púlsbomba. Já. Í raun og veru, þú veist, þú kastar í út vona að gera eitthvað og ef ekki þá bara... Núna gerir ég ráð fyrir að það komi bara út Kitsune til að byrja með bara aftur Kitsune. En rosalega er Grínkatsu að taka mikinn skaða þeir ná ekki híla þá upp. Kemur út ultimate frá Elo einmitt. Orion fylgir því eftir, kemur út bíti frá Grínkatsu, Chaos sömuleiðis með Súsúið þarna, Andúril tekinn út, Grínkatsu tekur út Lara og þetta er að snúast við hérna eða hvað, Georg notar rössið þarna þegar Ronny dúkkan tekur einmitt út Blitzett. Elo er í vanda startur þarna, er að fæta við marga í einu, fær ekki híli frá Kirkóinu sinni. Þetta virðist vera að snúast við hérna í hag Sela en rosalega ætlaði þeir að kaupa sér mikla prósentu fyrir þetta enga síður Dusty. Þeir ætluðu bara aldrei að láta rúndin frá sér. Nei, virkilega vel gert. Það var ekki fyrir en að Ronny dúkkan fjall þarna sem er aftur að verða komið bóluna. Já.
og Egill Ari ok. Ég er svolítið sammála in-game chatinu núna. Það að Íló sé að setja spurningaverki segir mér svolítið að þetta hafi ekki verið planað. Já, við þinn eigin liðsfélag. Já, en hann segir reset og það sá þetta engin live, þannig að við verðum að trúa því að Egill Ari hafi verið að resetta þarna. Og er sann komin út frá Íló, hann er ekki að fíla hennar næri að koma bökkst inn í sig, en drepur í raun og veru Egill Ara bara. Það ætti að vera assist þarna frá Orisunni hjá Andúriel á killið á Egill Ara sem reynda fellur þarna fyrir þetta, en þá kemur bara Blizzardinn til þess að fylgja því eftir og þá er Íló aleinn eftir inn í honum og 2 ultimate vel þess virði fyrir Seli sem hann ná bara að kaupa sér meiri prósentu. Og Ronny Dugan, já, þú varst ekki að fara að komast upp með neitt þarna. Ég meina 2 ult sem náðu bæði einu killi fyrir sig, en ég meina það skiptir bara engu máli. Það sem að kemur út Shatter, nær engum emitt, Egill Ari fín. Koma sér inn í bæti þarna núna, er að gera rosalega mikinn skaða, kemur bólan, gerir mikinn skaða á Blizzard, það sýndist mér. Nei, er ekki killinu, Gringachu ætla bara að býta strax inn, tekur frumkvæðið þarna og veggurinn á Orisuna, virkilega velgert. Andúriel og Ríbertum fylgir eftir. Þeir eru tanklausir, þeir eru 80%, Orion tekur úr Gringachu. Er það nógu mikið? Hvar er Íló? Þegar að Reyni tekur út Egill Ara, engin spýt í boði, Georg er alveg á kittu og þegar hann deyr. Eitthvað ræða þennan vegga? Þetta var rosalegu veggur frá Reyni. Típi hérna yfir á Orion sem að gera hann virkilega lág, hann tekur hann bara út, kemur úr kitsun frá Georg. Chaos svarar því, Íló með ultimate sömu leiðis, nær engum með hérna. Chaos er tekin út, Íló tekin út, Ronny Dugan tekin út, Reyni með Blizzardinn á ögur stundu. Þetta er virkilega mikilvæg Blizzard á mikilvæg tímapunkti og fyrsta rándi til Sela. Reinhardt eitthvað? Á. Já, ég meina back to square one. Í Reinhardt eitthvað, eru að tala um veggina hjá Reyni? Já, en þú veist, ég er meira að meina Rein-komp úr bara nánast Overwatch 1, sko. Já. Í raun og veru, eina breytingin er Kiriko. Það vantar Bapp í staðinn fyrir Kiri. Já. Þá er þetta bara klassíska. Bara aftur á byrjunarreitt. Já. Af hverju erum við að breyta yfir í Dífu? Blizzard veit meira en við. Já, Blizzard elskar Dífu. Það er staðreind. Já. Og ef við horfum á mappið. Já, kannski er þetta bara Dífa mappa því ég sá að Íló er að fylgja. Ef við horfum á mappið þá er þetta meira Dífa mapp heldur en nokkuð tíman Rush. Andúriel komin yfir á Tracer, Reyni á Hanzo. Reyni hefur verið hættulegur á projectile. Mjög hættulegur á projectile. Þú veist, í ákveðnari að taka hægrándi. Já, náði bara nákvæmlega eins og þeir vilja. Reyni, aðna bara one shot headshot, Ronny Dugan er dáinn og það er allt yfir 4 meðlimir eftir. Maðurinn er stór hættulegur á bóganum. Og ég sé ekki Hero Pool Ronny Dugan að leyfa að svara þessum Hanzo einhvern veginn öðruvísi heldur en með tja Echo eða Freyju. Hann verður bara að halda Freyjunni. Sem og hann gerir. En fyrsta kall til Stella sem að mæta virkilega ákveðnir í þennan leik. Góður skæði þarna frá Orion. Ok, er að kaupa sér allan tíma á punktinum núna. Orion að fæta við Andúriel, ekki. En Íló virkilega lág þarna, virkilega lágur. Georg sömu leiðis eru í vandastattir, eru samt búinir að snúa við punktunum og selirnir eru tilbúinir að gefa þeim allt sem þeir vilja. Og Reyni með þess að er að fara að deyja eða hvað? Nei, vel gert hjá Gringachu og Chaos að halda hann á lífi. Kominn dregi fyrir selina þarna. Já, fyrsta ultimate dregi, það er að vera undan Tracersnum í Pulsebomb er ótrúlegt og kemur einmitt dregin þarna út. Þetta strax pressa á það. Já, nær engum með þessu, kaupir mögulega eitthvað pláss fyrir liðið sitt. Blizzard missir mekkan og Orion er going in, drepar hann bara um leið. Íló tekur út Andúriel, Reyni aftur á Ronny Duguna. Maðurinn með boga. Og hann kom bara Egill Ari Orion og sögðu, nei, ekki meir, kattinn. Eins og eitthvað sagði ekkert í hann. Já, þetta er bara hrói höttur. Þetta er bara hrói höttur. Skiptir yfir á Sojourn. Hættir samt við. Já, kemur á óvart. Já, hann er mögulega að hugsa þetta til þess að hafa meiri pressu. Já. Hann svo er bara með pick potentiali.
Með minni Já, pressu á það dífuna. það er ekki sköldur eða eitthvað svona fyrir Hansson til þess að spamma niður líka af því að það er dífa og reynir að taka mikið skaða, er tekin út þarna af Ronny Dúkan að hefna sín. nær skotinu á Andúril líka og Eidari fylgir því eftir og þarna er þetta svolítið Dusty sem við þekki. Já, þetta er þeim mun líkara þeim. Já, og hefur kannski eitthvað með það að gera að Íló er komin nefnitt yfir á dífuna sína sem að D-mekkar hann inn í spawn og hann verður, já einmitt, þarf að skipta yfir á boltan og aftur á dífuna, mistir hérna allt útstælsið sitt og þá kemur bara Orion með últið, Georgari, Gringachu og Chaos þurfa að svara. Eiginlega er hann að býta sömu leiðis og þá kemur seinna Kitsune frá Georg sem að ætta innsiglega þennan fight fyrir Dusty. Seinni support ultimate er oftar en ekki alltaf sterkara support ultimateið. Og þarna eru þeir í raun og veru bara að reyna að stakkara Íló á enda bombuna eftir hann getur spilað eins aggressíft og hann ætti ekki bara að geta verið fallinn og þetta er bara fársatriði bara. Og við ættum ekki að sjá neina breytingar. Við erum að fá mögulega besta dífamappið núna. Já, en maður veit samt aldrei. Nei. Ég væri til í að sjá apa. Busan er samt, já, og Busan er þannig mapp að þú getur, ef þú ert nógu góður á einhverju einu, þá getur þú bara leyft þér að spila það. Á öllum punktunum. Já, Já. ég er að meina það. Já, Busan algjörlega. bara, það Já. eru 3 punktar í boði og þeir eru allir þannig að þú getur alltaf neitt eitthvað ákveðið kom. Já, til þess að Þú virka. getur farið í Rhine-Rush, þú getur farið Ball Disrupt, Já. þú getur farið Diva Dive, Domina Spam, Sigma Spam, Winston Dive, Hazard Half Dive, skilurðu. Það er hægt að fara þetta allt. Ég er spenntur að sjá kompið hjá Þeir Selum. taka þarna megapakkan með Blitzet og Reyni. Andúril komin yfir á Vendetta og halda symmetrunni. Gefa hins vegar Dusty punktinn. Hinga til, er að bíða eftir TP-unu. TP er að koma út, tekur virkilega mikið skada með Reyni og þarf að bíða með TP-ið sem að setur svolítið Selina í verri stöðu. Sem er líklega út teleportina núna. Já, ná fyrsta kappinu Dusty, verða að gefa það eftir. Þá kemur TP-ið núna. TP er inn á Georg og eru bara öllum púpaði burtu þetta og Orion fylgir eftir og drepur Gringachu í loftinu. Blitzet, Reyni, Andúril, allir lágir. Egillæri tekur hann út og Egillæri með annað kill á Blitzet og Chaos og Reyni ættu Reyni í raun og veru bara að stakkara sig, reyna að ná einhverju með sér sem hann gerir ekki. Þetta virkaði ekki alveg. Nei. Andúril líka ekki að ná að gera neitt með þessari Vendettu, einungis komin í 18% útgáð. Já, segir svolítið mikið. Reyni skiptir yfir á Sojourn núna. Já, það er mitt að Reyni skiptir og hann er næstu með sama útgáð og Andúril. Já. Blitzet sem leiðis yfir á dífuna. Þetta var tilraun sem að gekk ekki upp. Og þá bara breyta og reyna aftur. Já, þetta er akkurat það sem þessi lið eru betri í að ákveða. Það er bara, það virkar ekki skiptum. Skiptum strax, bara ekki. Ekki eina tíma í þetta. Nei, alls ekki. Andúril að gera skaða þarna á Vendettunni. Núna aðeins að vinna sér betur inn í þetta. Eða hvað, tekur rosalega mikið skaða þarna hins vegar á ból. Og bara, já, sprengjan frá Ronny Dúkunni er of mikið við að eiga. Hann þurfti ekki eins og bóluna. Nei, ég ruglaðist á... Já, ég þetta bara var- meina það, hann þurfti ekki eins og bóluna. Þarna Kemur kemur út úr bóla núna, gerir virkilega mikið skada, tekur út Chaos og Ronny Dúkuna og gerir hérna skada við Gringachu sömu leiðis og þetta er bara af því að, já, það var verið að stakkara Blitzet, annars hefðu við fengið bjölluna. Og þarna er komið Rhine-Rush. Já. Þetta er það sem virkaði fyrir það áðan og var pínu spurningamerki af hverju þeir voru að breyta. Já, kom út bæði supportu út núna frá Selum. Georg og Orion spara með sínum últum. Orion tekur út Chaos. Egillæri kemur með seinna bíti núna og enn og aftur er seinna bíti bara að borga sig þar sem að það fellur enginn í liði Dusty og allir selirnir falla hratt á fætur hvora öðrum og þetta er fyrsta mapp. Þá hringir bjalla. Já, og þeir ná ekki að toucha. Eða hvað? Gringachu er á Lucio, hann er komið langleiðina. Og Orion setur mapp spurningamerki áður en mappi klárast. Bob. Aðeins að strá salt í hárið. Já.
eins og einhver sagði einhvern tímann vondur strákur. Þetta er illa gert. Og Dívan var nýbúinn að nota Defense Matrix, sástu? Já, nýbúinn að sleppa þið niður. Hver þarf Gunnar? Já, ég segi það. Já, Ronny Dúkan komin Emmi. hérna á þessari Freyju. já. Fyrir mögulega bara eitt besta DPS á Íslandi. Gunnar. Já, bara eiginlega ekki eins og mögulega. Bara Já, það er hann og Orion. Já, bara eitt besta DPS á landinu. Já, hann og Orion og Krissi. Og Ronny Dúkan bara standa sem við príði. Mjög. Algjörlega. Bara, já, Freyjan bara virka virkilega bara vel. algjörlega að Sem borga að- sig. Sem að á í raun og veru svo sem ekki að virka rosalega vel að því að Dívan á bara eiginlega að geta allt saman. Já, en svo ertu einmitt, ef við horfum á skóna sem Blitzet er í núna, Já, já. að það er þarna Orion á Sojourn. Hvað er hann að gera? Hann er alltaf að pressa á hann. Já, já. Þannig að það þarf að nota DM Já, til þess að koma sér inn. jú, jú. Þarf að nota DM ef þú ætlar að bakka út. Já, Og DM er hvað uppi í 3 sekundur og heldur í allan tíma. já. Sem er ekkert mjög mikið. Það er rosalega lítill tími. Og þegar þú ert á móti spilurum eins og til dæmis Ronny Dúkunni, þá bara veit hann þegar þú ert búið með DM og kastar inn bólunni. Já, já. Eins og sáum í Play with Game. Já. Síðasti leikur hjá Selum, þá völdu þeir Suravasa og Kings Row. Getur þú séð annarkvort þessara mappa fyrir þér? Kings Row, Kings Row. Reinhardt Rush. Já, ok. Það var marg borga sig, Já, það síndi það, Já. þeir síndu það. já. Dívan var að virka mikið betur fyrir... Dívan er ekki jafn Besti. góð á Kings Row. Nei, alls ekki. Freyja er ekki jafn góð á Kings Og Row. það er einmitt Kings Row. Kom aftur að saman Já, punkt á það. algjörlega. Við En það erum bara með. Já, en það er gaman að segja frá því að ég var að fara yfir alla leikina í öllum deildunum í undirbúning fyrir þessa hérna útsendingu núna. Já. Og ef ég er ekki að klikka, þá var Kings Row valið í öllum leikjum Sem eru búinir. sem eru búnir. Já. Þetta Í er, það, öllum. þetta er nákvæmlega það sem við hefum komið inn áður. Það- Kings Row er Já. bara elskað og sko lofsamað Já, af Íslendingum. algjörlega. Og það er ekki bara sko eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki, þú veist, fyrstu deildadæmi eða úrvalsdeildadæmi eða annar deildadæmi. Þetta er Nei, bara, bara allir. allir. Bara íslenski spilarar í Overwatch. Það er Kings Row. Já. En Gummi Kólmann, Inn fyrir reyni og það er, ég meina, við erum á leiðin á Kings. það er ekki skrítið. Við erum á leiðinni í Ash. Já. Það á að fórna mei fyrir Ash sem að ég sé Ekki endilega. Andúriel er enn þannig. ég reyndar, það er rétt. Andúriel getur Já. tekið út Mei. Andúriel Já. getur tekið út Sim. Hvað sem er. Þetta. Hann getur tekið út allt. Venture. Hann er bara, hann spilar Já. hvað sem er. Hann Spilaði- er sko, Hann er við hliðin á Gumma svissneski Kólmann. hnífurinn. Já, við hliðin á Gumma Kólmann er hann lélugur á hitkan. Já, já. En þá er líka Gummi Kólmann inni. já, en Það er þú veist- ástæði fyrir Já. að Gummi Kólmann er þarna. Já, ég menn hliðin á öllum öðrum þá er hann líka bara góður á hitt. Já, já. En það Þetta er mér við hliðin og ég dey 10 af 10, skilur. En það er Reaper og Soch. Serið takk út Soch og Dust. Já, ég menna, Andúriel og þeir Reaper. gerði heimavinnunum sína. Já. Andúriel var að spila Reaper á hverju einasta mapp. Andúriel var að spila Reaper á Busan. Já, Í rænrössinu. já. Hvað var Andúriel að gera? Hann Hann var að var- fella íl og trekk í trekk. Já, hann var að dundra út svo miklum skaða. Það var ekki hægt að díla við það. Nei, en sko þó svo, einmitt, Selir völdu þetta mapp, stóðu sér virkilega vel, töpuðu rétt svo 3-4 í overtime gegn Síðast. Unflex, Já. en Dusty spiluðu þetta mapp gegn Sveittum. Fullholdu. Þeir fóru alla leið með tíma og fullholduðu fyrsta Ekki lítinn tíma heldur. Jó, þetta var ekki, þetta var undir hálf- mínútu. Mínúta eða eitthvað. Já, Það var- er slatti, sko. Það er alveg meira en nóg, Já. ekki miskilja. Nei, segjum sem svo að hinnir hefðu náð með Já. engan tíma. Þá hafa Já. þær samt hálfri mínútu meira. Já. En það skiptir ekki máli þó að þeir hafi bara kappa, það er ekki stóri punkturinn í þessu. Þeir fullholduðu. Já, þeir fullholda Já. á fyrsta það- punkt á Kings Row sem er ekkert auðvelt. Þú átt ekki að fullholda Kings Row. Fyrsti punkturinn á Kings Row er meira svona bara stela tíma. Sko, fyrsti punkturinn á öllum escort möppum, fyrsti punkturinn á öllum hybrid möppum er svolítið bara svona hversu mikið tíma getur þú getið áður en að þú ferð í hérna win condition. Þetta er áður en þú Já. ferð að geta unnið þetta. Þú ert, Áður en að mappið byrja. já, þetta er eiginlega bara það. Þetta er intro og þú ert bara að reyna Já. að skóla. Já. Þetta er bara tími og því meira sem nærða á honum því betra. Já. Ef þú nærð engu af honum, Það bara skiptir ekki máli. auðmikið ég, skilur, bara áfram. Streetface er, það er möguleikar á Kings Row stærsti Streetface, punktur er en aðalpunkturinn. í raun og veru er þriði punkturinn, stærsti punkturinn. Af því að Streetface getur svolítið verið bara svona bling,
Hann getur horfið. Hann getur svolítið bara snjóbolta. Ef vörnin nær stoppi, Þá getur þá hann verið við. seinni punkturinn aðal punkturinn. Já, númer 2. Já. Það fyrsta stoppið þegar, hybrid. Já, Leið að fyrsti punkturinn kappaður, þá komin kerra. já, Leið að fyrsta stopp á kerruna kemur, já. þá verður að rýna í spilabunkan, sko. Algjörlega. Það getur verið Á erfitt að eiga. öllum hybrid-möppum. Já, öllum hybrid-möppum. Já, og öllum escort-möppum líka. Já, í rauninni. Það aðeins mismunur, en Já. En allavega get ég fullirt það að á Já. öllum hybrid-möppum, það verða svo leiðis. Já. Sarja, Það Zarya ennþá. líst vel á þetta? Jú, þeir eru á defense, þannig að það Zarya. Það Sarja. Og það S. Og sýnist dómina hinum megin. Já, dómina Georg að trolla Georg er að aftur. trolla þig. Það ekki? Jú, þetta verður nú svo kýri allan tíma. Egill er núna, þeir eru að leika sér til Já, já. skipti sín í spáni. Ekki nema ætli að henda Já, út Bastion bara til þess að gá hvort þið fáið pikk með því. Það er Það alveg er möguleiki, En þá eins og þarftu það að fara Widow í 10 sekundur. Já, það er alltaf þessi verði, að mínum mati. Orion ætlar að mattsa. Ef það er einhver sem stendur í Gumma Kólmann, þá er það þessi. Þá er það þessi. Hann, Það er bókamál. En Egillari er á kettinu. Egill er allar út á kettinum. Ok. 2 af 9 hetjunum. Enda ef það er einhver sem eru búin að stúdera þessa karaktera, þá eru það þessir. Algjörlega. Og bara, Íló bara komin inn á punkt. Og liðið hans með. Og Blitzett bara að bakka Fyrir undan honum. hafnar laust. Já, og Gummi Kólmann er næsta target og Egill bara tekur hann út. Þetta hefði mátt taka örlítið lengri tíma fyrir Dusty en eins og við stöðum þá er þetta sko sem bara fórsatriði að kappa hennar fyrsta punkt. Já, en eins og við sögum líka, þú vilt saksa eins mikinn tíma. Saksa eins mikinn tíma af og mögulega getur. Þetta var bara lítill sem engin tími sem þið náðu að saksa af. Eiginlega ekki neitt. Svo er þessi skjöldun á dóminu alveg rosalega. Já, hann er Að þess að brýtur hvernig hann kasta fyrir stík. Já, þannig að það er hægt að færa sig fyrir alltaf næsta kast. Já, og svo er hann hálfringur eða eitthvað. Já. Þannig að þetta er rosalega hetja. Já. Ég hef eftir að prófa hana. Já. Ronny tók hann ennþá bara að pumpa út gá. Þó þið séum með Zaryu, þá bara... Það virðist ekki skipta hann máli. Nei, alls ekki. Gummi Kólmann fær alltaf píka. Nei. Gummi Kólmann tekur út Ronny og núna eru Dusty aðeins í vandastartir, held ég. Þurfa svolítið að reyna að halda sér á lífi þarna það sem þeir eru. Gringatjú reyndar lár, þarf að bakka aðeins. Íló fær hérna stústúið. Kemur út beat frá Gringatjú, þeir ætla að vinna þennan fight núna. Íló er komin alltaf látt inn og Íló er tekinn út af Andúriel. Sjáum það mögulega er þetta Vendetta pick counter fyrir dóminu, þar sem að hún gerir svo rosalega mikinn skada. En Vendettan væri ekki að gera neitt nema því að Blitzett er að búblan. Jú, svo er það alveg líka. Þú sást það, hann var hálfur, svo fekk hann búblunu og þá lifði hann af. Já. Hann hefði fallið nema því að Blitzett bjargaði hann. Sem er nákvæmlega það sem þeir eiga að gera. Kemur Kitsu núna frá Georg. Gummi Kólmann setur bara út Bobbin en Íló tekur út Chaos. Bobbin er líka bara meltaður af Ronny-dúkunni á með tíma. Andúriel alltaf langt inni er tekinn út af Agli Blitzett eftir að reyna að gera eitthvað, að reyna raun og veru bara að kaupa sér einhver tíma. Og Egill er með klærnar, tekur hann út. 2 ult frá Selum og móti 1 frá Dusty og Dusty vinnur fætin. Já, og þetta vor stórt út bítið og svo Bobbin svona ekki alveg, ekki eitthvað þegar þú dristir á. Já, ekkert ult sem er að breyta leikjum sko. Nei, ekki þannig. En við erum með Domino-ulti sem gæti breytt öllu. Og grafið sem gæti breytt öllu. Mjög miklu og það er ekkert hérna sem að þeir geta gert Dusty við þessu grafi. Og kemur einmitt út núna, snemmt út frá Chaos sem að tekur út Íló sem að notar út í enga síður en Orion bara með 2 pick, 3 pick. Þess vegna skiptir hann bara engu máli. Við eigum eitthvað að ræða þetta.
Fattaðu hvað var í gangi? Egillar hélt á honum. Egillar hélt bara á Bobbinu. Já. Og Bob dát 3. Já, já. Segðu mér Ég þetta á ekki orð. Segðu mér þetta sé sangja. Nei, ég get það ekki. Nei, það er ekki hægt. En nú veit ég ekkert hvað últið hans gerir. Kattarins. Já. Hann nær að taka upp óvinn í 3 sekúndur. Ok. Og draga hann með sér þangar sem hann vil. Þannig að þú getur æslandað Hann er að fara að taka upp Sari og hann kasta henni í liðið sitt. Nei, eða bara kasta henni niður af því við erum á síðasta punkti. Það veit enginn á hann, skilur bara. Hann er að vinna því núna. Gubbakolma komin yfir og Vitta og hann bara one-on-one hann. Andúril tegur hann út 2 með hann. Ílo og Georg sem eru virkilega stór pikk fyrir lið og þeir þurfa í raun og vera að bakka undan en Dusty vel gert þarna hjá Andúril og snúa þessu við þrátt fyrir að þeir voru búin að missa Gumma. En sástu það þarna? Kötturinn bara one-on-one Vitta eins og ekkert sé. Ég sá reyndar ekki hvert últið hans fór. Nei. Ætlaði hann að reyna að ná blitzett þarna út af. Og hitti bara ekki. Ég gæti verið. Egillari, já. Hann er allstað. Hvaðan kom hann? Já. Hann getur flogið endalaust. Þetta er rosaleg hetja. Hún er mögnuð. Andúril komin inn, gera skada stönnaður þarna einhvern veginn. Orion tekur út. Ronny Dukan tekur út annan. Kemur út Kitsune frá Georg til þess að klína þetta allt upp og Ronny Dukan fremstur. Og það eru 2:46. Þetta er... Ég held ekki að þeir getur spilað þetta betur Dusty eftir leiki gegn Sveittum en... Það virðist samt vera. Það virðist vera að sé hægt. Ég sé ekki fyrir mér reyndar að þeir sé að fara að fullholda þetta selalið. Nei, ég reyndar sé það ekki fyrir mér. Fætana sem að selarnir voru að taka, sko. Já, og ef þeir halda saman kompið þá serðu líka bara últinn sem þeir hafa. Já, ég veist, rotate. Ef þeir bara fá 1 graf, þá er fyrsti punktur komin. Já, ég raun og veru. Það er ekkert hinum einn þangað til Egillari fyrir yfir á Lucio er ekkert sem bjargar þér frá grafi. Nei. Jú, Susu. Kaupir þér smá tíma. Örlítinn tíma. Og Vendetta bara með sverðið bara sker í gegnum þeim svo heitir hnífur gegnum smjör. Þarna fáum við upp statinn bara Egillari 7-5-0. Og sjá hýlið hans bara. Orion 13-2-0. Já. Þetta er rosaleg stat. Þetta er rosaleg stat. Enda eiga þeir næstu í 3 mínútur. Já, ég meina það gefur til, þú veist það bara, ef þú nærið að kappa Kings Row með 2:46, þá varstu að steamrolla. Bara bust. Já. Það er bara svoleiðis. En þeir ætla bara að halda þessu, enda engin ástæði til að breyta. Nei, alls ekki. Enga breytingar. En eins og við sögum á, það gæti bara verið ultra rotationi sem að bjargi selin. Algjörlega. Það er, og þeim vantar reyndar Thunderthor sem er mögulega mesti shotcallerinn í liðinu þeirra en þá er þeir samt mjög klári spilarar og kunna spila leikinn virkilega vel og Andúril er komin inn á Íló sem að virðist vera svolítið bara að ströggla gegn þessari hetju. Hún lætur hann svolítið finna fyrir lífi hvað hann á að gera. Það lætur hann hafa fyrir því að Já. Ekki færa hann að frítt. Nei, ekki á meðan að Andúril er inn í lobbyinu. Egillari að leita að engu þeir sett á punktinum núna. Dusty búinn að snúa punktinum við og Orion og Egillari með stikkort killin á báða DPS-ana og þetta er bara spurning að resetta núna. Ég er bara farin að efast að Egill sé að spila support, sko. Nei, hann er bara að spila en hann kött eins og hann sé að spila DPS. Algjörlega. Reyndar var hann tekinn út en hann er náttúrulega fljótastur flýgur á 200 km hraða eða eitthvað þessi köttur og tekur með þess að bara Ronny Dukan örugglega með sér. Jeps. Það er bara nákvæmlega það sem er í gangi. Jeps. Þeir eru mættir á punktinn. Við erum á leiðinni í ultrarotation. Ílo og Georg mögulega reyna að íta svolítið hratt á takkan. Hvort að Chaos gæti verið á undan þeim. Þetta er stór biti. En á sama tíma þá er Ílo ekki með neina supporta en þá bara kemur Susuið einhvers staðar frá og Orion tekur út Andúril
sem að hélt að hann væri með frítt kill á Íló. Og svo hefur Dómina eðistilt og fær skjöldin sinni baka. Já, algjörlega. Kemur út Bob núna frá Gumma, fyrsta ultið. Góður skaði þarna hjá Gumma og er komið með high groundið. Mjög mikilvægt fyrir hann, tekur út Ronny-dúkuna þarna. Kemur út Kitsune frá báðum liðum, að sjáu hvað Dusty eru lágir, þeir eru rosalega lágir, einmitt fellur Orion þarna líka og Gummi Coleman er að spila bara frítt upp á high groundi sem að er eitthvað sem að þú veit að aldrei fái að gerast. Nei, bara aldrei. Fyrsti punkturinn komið fyrir Seli. Það er allra manna martröð að Gummi Coleman fá að leika frjálsum hala upp á high groundi. Já. Það er ekki vænlegt til árangurs. Svo líka áfangur sem hann er með núna. Já, þar reyndar að bakka, Ronny-dúkan er að setja pressa á hann. Kemur Blitzed ætlar að fara alla leiðin, kemur bólan, kemur út Feed og Grab. Andúriel fellur einhvern veginn, Blitzed tekur út 2, Chaos tekur út hann 3. Blitzed svo með enn annað killið og þarna kom bara Grafið og einhvern veginn dó Georg fyrstur eða náði hann reynilega að lifa. Ég bara sá það ekki. Egil er komin yfir á Lucio, líklegast út af Grafinu og Gummi Coleman ætlar bara ekki að hætta. Georg, nei, akkur ekki, hann er með Kiriko og Serju með sér. En ég veit ekki hvort þú tókt eftir því áðan, en bólan frá Ronny-dúkunni fór í skilti. Nei. Og festist bara í loftinu. Og náði engu. Æ. Rosalega óhefnilegt. Já. Hann er fljótur að byggja þetta upp. Já, en bara óhefnilegt. Já, mjög óhefnilegt og þarna er Gummi Coleman greipinn í bólinu af Íló og Ronny-dúkan fylgir eftir á Chaos og allt í einu vantar 2. Andúriel búinn að íta á úttakan, tekur út Orion, reynir að minnka munið þarna en þá tekur Íló bara út Blitzed og Andúriel nær Ronny-dúkunni svo sem en 9 HP. En hann er allur uppi af Agli með Kirkona með sér þannig að hann nær hvorum þeirra. 1 í 1 hefði hann getað tekið annarkonraðina en fyrst þeir komið saman að þá er þetta mjög erfitt við að eiga. Heitlari tekur þetta þarna skada frá Gumma sem að gefur þér aldrei breyk. Nei, bara ef þú ferð úr stöðu þá er hann alltaf tilbúin til þess að refsa þér. Sjáum heldi, sjáum þessari Dóminu. 650 og svo ítur hún bara kemur opposí og Íló vippaði þessu eins og ég veit ekki hvað reyndar. Náði á Andúriel en það bara búflu. Já. Vel gert þarna hjá Georg að styðja liðið sitt við og þá eru þeir allir komnir inn í þetta litla hús þarna og eru allir svo lágir og Orion bara með Dynamite drepur þá eiginlega alla einn af öðrum. Já, og þá eru þeir að leika sig með matinn þarna Andúriel einn eftir. Hver er fætur öðrum? Bara en þarna eins og ég kom inn á fyrir þetta mat. Fyrsta stoppið á kartinu. Já, það er bara getur verið og þannig kemur einmitt út Chaos með útið en þá eru þeir bara tilbúinir fyrir það Dusty og bakka undan þeim og koma svo með útið á móti en Íló staðsetti sig þarna hræðilega einhver misskilningur þarna hvert átti að bakka og láta þetta virka fyrir sig hérna. Góð búbla og Ronny-dúkan er virkilega lág, kemst hann út? Nei, sýnist það ekki. Vel gert hjá Andúriel. Vel gert þarna, Íló þarna mögulega og framalega og gæti ekki bakkað. Illa staðsettur upp á mögulega Lucio spítið aftur og bak. Já. Þannig að hann neyddist þess að fara til hliðar í staðinn fyrir að bakka. Taka lengri leiðina. Andúriel með ultimatið. Blitzed, orðin lár. Kemur bólan, kemur út beat frá Kringachu. Andúriel tekur út Ronny-dúkuna, Íló fellur sömu leiðis fyrir Blitzed. Egil er með beatið aðeins og seint þarna. Nær ekki halda neinum í sínu liði á lífi. Og þetta ætti að vera punkturinn hérna núna fyrir Seli sem að er að leika á alls hotti. Já, vel gert. 2 mínútur eftir, 1:50. Þannig að þeir eru nú þegar með minni tíma en Dusty en þeir eru komnir á síðasta punkti. Ef þeir kappa með tíma þá er þetta möguleiki. Annars er þetta ennþá möguleiki bara með jafntefli. Jú. En það gerir ekki mikið. Nei. Coleman lár. Ronny-dúkan tekur því bara sem fóskorti. Andúriel hérna virkilega langkominn mjög djúpt inn. Blitzed með grafið. Orion ætlar að svara með Bob. Egil er tekin út af Gumma Coleman hérna á high groundinu sem tekur út Ronny-dúkuna líka. Íló og Orion hérna með sitt hvort killi.
og nóg fyrir það þarna sýnist mér. Já, hann var einn eftir Gummi. Mikið getur hann en þetta getur hann ekki. Alinn. Sko næstum allt getur hann. Já, nema þetta. Já. Líklega kemur út frá Íló hérna. Mjög líklega Emmitt nær Kaos og Gumma Kólmann inn í það. Ítir þeim í burtu, þeir ætti að falla báðir inn í þessu sem og þeir gera reyndar ekki alveg. En Íló fellur, það skiptir einhver máli, skaðinn er skeður. Það Andúriel og Kaos eru 2-1 eftir gegn 4 meðlumum Dusty. 30 sekundur eftir og það verður Kitsune og Beat. Mögulega Vendetta út hérna fyrir Seli og Dusty eru með Bólu, Beat og Kitsune. Mögulega Bob fer eftir hversu stór dínamítin hjá Orion eru. Já, eða lengi fætin verður. Kemur út Kaos núna með útið. Georg svarar strax. Kemur út bólan frá rannitúkunni. Gerir mikinn skaða þarna. Gringatjú nær ekki. Blitzit inn í Beatið. Hann fellur. En fætið er ennþá í gangi. Egillari svara með Beatinu. Gringatjú fellur út af mappinu. Og Egillari fylgir honum eftir. Ég veit ekki alveg hvað var að gerast þarna. Orion tekur Gumma. Andúriel tekur út Georg. Kaos þarna líka gera sitt. Íló er hins vegar enda á lifandi á punktinum og það er bara svolítið erfitt að eiga. Blitzet þarf að skipta yfir á Doomfist til þess að ná touchinu og þá er Orion bara upp á high groundinum og Íló, já, lítið hægt að gera í þessu. En virkilega vel spilað. Mjög vel spilað hjá Selum. Ég verð að viðurkenna að miðað við hvernig Dusty fórum með attackið sitt, þá var maður ekkert rosalega vongóður fyrir Seli. Nei, alls ekki. En þeir bara spiluðu þessu hetju. Þetta tapaði svolítið bara í fyrra í defendinu hjá Seli. Þetta er alltaf risafast. Risastórt graf. En það var þarna sem að bólan fór í skiltið. Já, það var í þessum fætt. Já. Þannig að það hefði sett meiri pressu á lið Sela. Hefði ekki breytt útkomunni úr teamfightinu en hefði kannski fellt einhvern meðlum Sela. Já, og gefið meiri sens á að koma áður en að kappa punktinn. Já. En erum við þá á leiðinni á Suravasa sem var hitt pickið hjá Selum? Það er erfitt að segja að því að núna er Dómina komin inn. Já, þeir geta bannað hana. Já, en þeir geta bara bannað hana. Þeir geta ekki tekið út nema bara einu hetju. Já, þannig að ég er ekki alveg viss. Og það var Soge og hvað heitir voru teknar út? Soge og Reaper. Soge og Reaper. Já, þannig að þær eru aftur. Það eru aftur í boði. Já. Þannig að við gætum fengið Rænrössið aftur. Núna. Já, ég myndir alveg reikna með því að Dusty taki út Saríuna eins og þeir gerði áðan. Já. Ég myndi halda það. Sarían farir út. Og ég myndi halda, ég meina hvort viltu mæta Íló Sigma eða Íló Dóminu eða þarft að velja? Íló Dóminu. Er það ekki? Út af því eina að hann er búin að fá minni tíma til þess að stúdera hana. Já. Það er eina ástæða. Það er engin önnur ástæða. Nei, alveg sammála. Það er bara minni tími búin að vera spilaður á Dóminu heldur en Sigma. Já, og hann er ennþá rosalega sterkur þó að hann hafi verið að fá eitthvað micronerves. Já, þá er Sigma ennþá Sigma. Þá er Sigma bara, já. Bara algjörlega. Kongur spamsins. Já. Nema núna mögulega ef að Dómina er betri. Já, og hún er náttúrulega með þetta perk sem að gerir það primary fire en að lengist bara allt og mikið. 20% ef ég mann rétt. Já. Sem er rosalega. Ég ætla ekki alveg að lofa því, en mér minnir þessi 20%. En það er bara því ég pröfaði þetta í practice range og það bara munurinn frá fyrir og eftir er rosalegur. Það er, já, Andúriel fer út og Reyni kemur aftur inn. Þeir halda Gumma. Já, Gummi Kólmann fer að halda áfram, enda var hann að standa sér rosalega vel. Ekki það Andúriel var líka að gera það á Vendettunni. Það var rosalega vel gert. Mögulega er bara verið að skipta Rænrössið en bara megin frá Havana. Já, erum við samt ekki bara að fá Rænrössið? Þá er möguleiki á Rænrössið en þá. Já. En þá er líka mjög góður möguleiki á Dómina. Já, algjörlega. En ég hef heyrt, ekki það ég viti það, að Ræn sé ákveðin counter á Dómina. Já. Já, eins og við vorum og sérstaklega þegar með Greencatchu á Lucio með Rænir. Eins og við tókum hérna áðan í viðtalinu við Berserkina. Já. Að
Reinhardt er nefnilega að spila þannig að þú bara hleypur inn og færð pickið Já, sama hvort að það sé Dominan eða hvort þú hleypur í gegnum hana ég bara skiptir engu máli, bara einhver en þarf að deyja. Domina er spilið þannig að þú býður eftir að fá pickið og þá leggur þú meira Já. á það, eða meira Meira, já, og þá ertu svolítið eða að einhvern orðin lár og þú veist að þú átt að fá pick og þá ertu svolítið að setja tröstið þitt á DPS-a til þess að vera að sjá þessi bygg. Þú getur verið með, þú ert með pressuna á frontlínunni, þú ert að setja út einhvern skaða en final hitin eiga að koma frá DPS-um. Dusty banna Sim og Selir banna Sigmar. Sigma á ekki að fá að vera að spila fyrir Elo. Nei, En hann Elo spilaði hann vill ekki kannski einu- bara spila Dominu. hann gat spilað hann á Kings, hann spilaði hann ekki, þannig Þannig að ég held að Elo sé nefnilega að vinna með þetta. Hann vill bara spila Domina. að já, Því mögulega. að hann er búinn að finna það að eitthvað við Domina er betra heldur en Sigma. Já. Og hann það á vill að bara taka, og þeir, trukka það bara. og ég meina Reyni er komin aftur inn, það var hann sem var að spila Symmetrun áðan og það á að taka hann út. Sem að getur verið mjög góð á Havana þegar þeir eru svona mörg lítil high ground, Já. sérstaklega á öðrum punkti, sem þú getur notað TP-ið virkilega vel og eins á fyrsta punktinum, þarna glugginn beint áfram Já. úr spáni. Já. Ef að Reinhardt kemur hérna út þá munum við sjá sama support line-up begja vegna. Já, það var engin, það var engin tekin út. Nei, en þannig að- svo erum við mögulega með að fara að fá megina. Já, ég held að fyrsta Symmetran var tekin út Já. og þá held ég að Reyni Og væri Reyni, mögulega. projectile spilarinn sjálfur, Já, Reyni á mei líka, bara með veggina. sáum það áðan. Já, nákvæmlega. Það var rosalega Hann var- veggur. hann var Hann náði svakalegur. 3. Já, Einn af þeim reyndar var Georg og hann klifraði bara. já, En en það er bara, það er samt, sko. ég meina, eitt target er alveg nóg með vegg. Þú í rauninni átt ekki að fara fyrir fleiri. Nei, Þú átt bara að fara til þess að fá einn. já, En hann fer fyrir Það er einn bara- og fær 3. já. Það var annað skemmtilegt map. Já, mjög skemmtilegt map og rosalega, þú veist, það er svolítið poke, það er svolítið Það Sigma. er nefnilega mjög mikið pók. En það er samt, Er ekki það- bara Domina poke þá í staðin fyrir Sigma poke? ég segi það, Já. en það er Já. samt beggja vegna. Já, Blitzet allir að Og við fáum að sjá í standa. fyrsta skipti Mizuki. Já, eða er Georg að Nei, halda ég okkur á vil halda ekki okkur að hann sé að tánum? tróla núna. Ég vil fá að sjá þetta. Þó það sé ekki nema bara að sjá þetta. Já, Það er líka Og geggjað hann þegar- stoppar hérna. já, hann er að stoppa þess að setja. Nei, Jú. það er líka svo geggja þegar hann segir hæ, að þá hérna Tekur hann í hattinn. tekur hann í hattinn. Og þú sér það þegar þú ert að spila hann að hattinu fer svona niður. Já. Það er rosalega flott. Ok, ég ætti að skoða það. Það er double sniper og Babsend. Þetta er poke. Þetta er poke at its finest. Já, Hann gegn þróinn svona einhverju mjög- hybrid poke, einhverju svona, já, einhverju nýju fusion eitthvað með, líka bara á móti þessum. segir Orion, line up fyrir svona. Já, ok. Og Georg að spila með leikar sem er eldinn þarna og Ronny Dukan sömu leiðis. Þú reikna með því að Gummi Kolman hitti skotin ekki að hann klikki þeim. Og Elo er bara að falla mjög lágt hérna. Já, er með Georg þarna til þess að hjálpa sér. En þá fær Gummi Kólmann er að verða komið með ult. Á Widowmaker af öllum hittum. Hann er að spila frjálst þarna uppi. Ekki lengur. Nei, þarna kemur Ronny Dukan og tekur hann út. En hann er komið 94% Hann er með 95% í infrastæk. eftir mínútu, innan við mínútu. Innan við mínút. Ó, vel, skot þarna og Grínkassu lifir á líginni einni saman. Blitzet tekin út af Orion og Gummi Kolman notar ultið sitt þarna, tekur út 1, tekur út 2, tekur hann 3, þar þess ekki. Ákveður að stríða Orion. Ó, hann var ólátt í burtu, vitt og nörfið, þarna. Hann ákveður að stríða Orion frekar. Bara unscopa og tactical croucha. Taktik, já. En þessi Freyja hjá Dusty er að gera rosalega mikið. Egil er að taka mikinn skað, setur dóminun þarna upp á hægrándið, neyðir á alla til þess að bakka, vel gert. Kaupir hellingsplás. Er alveg að fá ultimatið sitt sömu leiðis.
Hvað er planið hjá Dusty núna? Hvað ætlaði þær að gera? Gefa hægrándi upp strax, Íló fyrir niður á karti, tekur virkilega mikið skada, er meira þess að diskordaður og Gummi Coleman tekur hann út. Gummi Coleman er að vera komið annan infrasæt. Jep, og það er engin annar í lobbyinu búinn að últa. Nema Íló hafi viffað últinu sinni. Ég var að spáði það. Já. Ekki nema hann hafi bara fengið að gera svona lítið. Já, ég held að hann er bara eiginlega búinn að vera að reyna að lifa og eiginlega ekki neitt annað. Gefur út reiki frá Reyni, kaupir hellingsplástarna, nær Íló úr stöðu en ná ekki að refsonum að þessu sinni. En þá er hann að hitta þessi skot Ronny. Þurfa aðeins að bakka undan einn Grinkachu og Georg íta báðir á úti núna. Georg tekur út Chaos, Reyni tekur út Orion. Egill er skítrættur við þess að Vidó ætla samt örugglega að setja upp dæfa á hann ef ég þekki hann rétt. Komið með út með þessi. Hann ætla ekki að hætta að lauta. Íló útaður hérna af Blitzet, er virkilega lár, er tekinn út, Ronny Dukan sömuleiðis eða hvað þegar Orion tekur út Grinkachu og Gumma. Chaos ætti að falla, nei, tekur einhvern veginn Ronny Dukuna út hérna. Þurfti samt að nota Immortality fíldið. Og vel gert þarna, Egill er nær að bjarga Georg, Íló tekur út Chaos. Sem er kominn á dífuna. Egillari. Já, kominn á dífuna, það eru bara 10 sekundur eftir hérna fyrir Dusty. Þeir eru 8 sekundur frá að vera full holdaðir þegar Blitzet tekur út Egillara meira segja. Kemur út bóla, nær Blitzet. 0,46, Íló tekur úr Grinkachu, eru 3 eftir hérna núna og falla, missa punktinn, náðu ekki að komast inn á punktinn í tæka tíð, Selir og Dusty rétt svo kappa og Íló nær vinnu 1v1 hérna við Gumma. Þetta er akkurat það sem að Selirnir eru góðir í. Þetta er double sniper spamcom. Já, algjörlega. Og þeir hafa alltaf verið góðir í. Jó, Chaos og Grinkachu, ég veit þetta var með bestu kompum þegar að Frankie Boxing leiddi þetta lið á Sigma. Ég er að meina það. Þeir bara hafa alltaf verið góðir í double sniper spamcom. Já. Þetta er ítið dífinu hérna í burtu, kemur út Window frá bæði Chaos og Georg og Reyni virkilega gott spamm hérna og Chaos tekur út Ronny Dukan sömuleiðis. Orion reyndar svarar með pikkinu á Chaos en það vantar ennþá einn meðlim. Þeir eru ennþá einu færri Dusty sem að tekur bara út Grinkachu líka og lifir af einhvern veginn með hjálp frá kesunni. Íló á kartinu núna reyna að stóla, er tekinu út, þarf að nota divabombuna, er virkilega lár, nær hann að rímekka, já, sýnist það. Reyni er 1, hann er 1 HP. Getur upp allan hennar skada. Blitzet illa staðstöttur, er ekki með neina aðstoð. Grinkachu reynir að nota transit til þess að halda honum á lífi, nær ekki að komast inn í tæka tíð. Orion tekur út Reyni sömuleiðis. Óheppilegt hérna hjá Grinkachu sem notaði Transcendence til þess að bjarga liðinu sínu en gekk ekki, tekur út Orion en náði samt Orion fyrir rest sem er mjög vel gert. Af því hann var að fara að falla hvort sem er. Já, þannig að það er gott að ná einu með sér. Óheppilegt að liðið hans var allt fallið fyrirfram. Já. Þannig að það næri enginn touchinu. En það gleymist ofta þegar Grinkachu spila svo mikið Lucio. Já. Hvað hann er góður á senn. Algjörlega. Blitzet kemur sér vel fyrir, Gummi Coleman á Vidóinu með rosalega góð stætlans, tekur hann að reyndar springjuna frá Ronny sem er ennþá að spamma niður. Hann á bara ekki að fá að spila. Nei, það er, ég meina það hlýtur að vera það sem að Dusty þurfa að gera til þess að koma í veg fyrir þetta selalið. Ronny henda að skjóta bara vekkinn til þess að koma í veg fyrir að hann geti píka. Algjörlega, og Chaos tekur reyndar út af með Egillara núna. Það neyðir út Susuið. Georg kominn yfir á Kiriko og kemur út bólan, nær engu, ætlaðir innan á Chaos, þarna sýnist mér.
kemur út, tekur Dóminuna út af mappinu eða hvað, nei hann er tekinn út af Chaos, virkilega vel geft, Dóminan lifir einhvern veginn, Gummi Coleman tekur út Ronny-dúkuna sem var að spara með pikki á Grinkachu og selirnir eru að stabilisa með innan við mínútu eftir. Íló hoppaði strax út af til þess að resetta með liðinu sinu. En vá hvað þetta var vel gert hjá Chaos að bjarga Dóminunum sinni. Já. Egillar er mjög nálægt því að ná honum út af mappinu. En sjáum það, Orion var tilbúin í S-dúlið, hann er ekki tilbúin í Vittu. Nei. Það segir ykkur eitthvað, eitt og annað hvað Gummi er að gera á þessari hetju. Sérðu það líka bara á því hvað Ronny er að eyða miklum tíma í að spamma. Hans hlutar gerir raun og veru bara, Gummi fær ekki að spila. Það skiptir ekki máli, eða þú veist, hitt, skiptir ekki eins miklu máli fyrir þig. Og einmitt stikkar hann út, Gumma þarna og kemur út, koma út fullt af útið frá selum sem að þurfa að halda þessu. Georg nota Kitsune-rössið. Transcendence og Grinkachu er farið. Reyni að taka mikinn skada, Orion nær hann þarna niður, kemur út bólan frá Ronny-dúkunni. Nær engum með í Grinkachu og Gummi Coleman eru einir eftir lifandi, Gummi núna A-leit, er inn í spawni bara. Reyni fer yfir á Soldier, blitzet yfir á Doomfist til þess að reyna að snerta. Egillari er að koma með ult, Íló er með dífabombu, engin ult í boði, Gummi er næstur. Nær þetta tveimur blitzet á Doomfistur og tekur dífana út mekk líka sem að neyðast til að nota dífabombuna fyrir ekki neitt. Og svo bara tekur Chaos út Ronny-dúkuna, Gummi Coleman og Íló og þeir eru að ná að halda þessu hérna. Það er bara Egillar eftir sem að tekur einhvern upp í loft en það skiptir bara engu máli. Selir, takk fyrir mig. Blitzet Doomfist. Tók bara út þarna 2 upp úr þurru. Þeir er þetta gefa honum Charged Punch þarna. Já, já. Hann var einn að fara svona djúpt inn. Á móti Soldier og Kiriko. Já. Hann á ekki að vinna þetta, Nei, hann á að tapa því í 10 af 10. 9,9, hann var hérna 0,1, já. Hvað þetta er, ég meina... 9,99. Já, Það var að vera 0,01%. Já, Blitzet, I was not familiar with your game, þetta var rosalegt play á Doomfist. Ég vissi ekki að hann ætti þetta inni, en ég meina... Ég er bara velgert. Mjög velgert. Það er ekki hægt að segja neitt annað. Fínir styrkleikans á fleiri, eða þú veist hvað hann getur, hvað hann er fjölbreyttur. Já, fjölhæfur spilari. Algjörlega. Íló ætlar að mæta á Dóminu. Já, og núna fer Orion á Vittu af því hann er á defense. Já. Hann er eitthvað hrifnar af því. Reyni er að hofra Við skulum bara segja honum að hann hafi verið að hita upp. Já. Það var bara, hann var ekki tilbúinn, hann var ekki orðinn heitur, hann var kallt að putta honum með eitthvað svona. Og þeir eru með Baptiste Sen líka Dusty. Þetta er bara spam út spam. Já, en þetta er nánast mirror Nema Ronny spilar held ég ekki hitskan. Já, Ronny er á Freyjunni og Reyni er á S. Dingarna á Ronny-dúkuna. En enn og aftur, hann er svo langt í burtu, hann getur ekki one-shota hann. Spila hættulegan leik. Mjög hættulegan leik. Georg. Nú sá hann hann er þolimóður og hitt ekki headshoti. Það var sköldur hann sem kom í veg fyrir þetta. Heldur Angul, hittir ekki skotið þarna á Chaos. Sjáum hvað hann er samt þolimóður á þessari Vittu og býða eftir rétta augnablikinu til þess að láta stríða. Og Georg tekur út Grinkachu núna. Georg tekur út Chaos líka, engir supportar eftir hjá selum og þeir þurfa væntanlega að bakka hérna út núna og reyna aftur þegar Orion tekur út Blitzet sem hann var bara í raun og veru að resetta. Það var komið svo framalega. Þetta er það sama og ég sagði Grinkachu á það. Georg spila svo mikið Kiriko að það gleymist hvað hann er góður á Sen. Hann er bara Sen, Kiriko og ég meina Ana líka. Hann getur spilað hvað sem er. Það er bara algjörlega þannig. Já. Það er ekkert sem að maðurinn getur ekki spilað. Nei, flest allir sem strákar í þessari blessu úrvalsdeild eru bara rosalega góðir og bara spila fullt af hetjum líka. Þó þeir séu þekktir fyrir eitthvað eitt að þá bara... Já, en svo er einn og einn í þessari deild sem að er mitt bara með bæð hetjur eða eitthvað. Blitzet tekur út Íló núna, ok. Gummi skotið á Ronny-dúkuna. Þetta gæti verið fyrsti punktur. Já, ætti að vera það núna þegar Gilli og Georg kemur inn.
Siglum þessu heim, strákar. Við siglum þessu heim. Píkaði mig, já, kottu Hann býður. Hann er allan daginn að fara að býða. Já, Hann heyrir ekki sennum. Nei, hann heyrir ekki sennirum, hann er ekki fótspor. Eins og einhver sagði, ef að Stenna ætti ekki að flanka þar hefði Guð gefið honum fótspor. Þetta var svo vakalegt. Galett kill hjá Gumma og þeir ættu að vita á honum. Jú, Ronny Dukan setur pressu þarna á hann núna. Greið Orion, hann hafði ekki hugmynd hvað hann væri. Rosalega, Ronny Dukan er svo, tekur hann út. Hann er samt greinlega settur honum til höfust þarna. Hann á að koma í veg fyrir hann að fá að spila leikinn. Já, hann snýr sér strax við. Já, hann er að fylgjast með honum. Allan tíman er hann að fylgjast með honum. Stakkar hann á eiginlega ekki ofta sem að Baptiste stakkaraður. Það er samt sama spón, nei örlítið hægar. Örlítið verra spón, já. En bara Þurfa að labba. Gummi Coleman. Já. Kólamaður með hendurnar, sko. Já, bara, þú veist. Já, það er ekki hægt að stoppa mannin. Blitzett og Reyni eru með Oj, nær næstum því Orion þarna. Íló tekur út Blitzett einhvern veginn. Ég sá nú ekki alveg hvernig þetta gerist. Þetta var örugglega út af glugganum þarna hjá Agli Ara, en Gummi Coleman tekur Ronny Dukuna út enn og aftur. Er með sæt, hittir ekki Georg þarna, Velger kemur sér á bakvið. Reyni tekur út eiginlega á meðan þó svo að Gringatsjó hafi fallið. En þá ætti þetta að vera í lagi. Georg neyðist bara til þess að nota Transcendence þarna til þess að halda liðinu sínu á lífi og Chaos er stakkaraður, frekar illa þarna. Og þá ná Dusty að stilla almennilega upp. Orion vann þarna líka Widow-dúlið á móti Gumma. Georg finnur Blitzett. Nær að hækka aðeins. Nei, tekin út! Gringatsjó bara. Zenyatta ekki með fótskref. Það heyrist ekki í honum. Nei. Ronny Dukan lappar inn í mæni þarna hjá Gumma. Sem er svo góður, hann fær kill fritt og Orion tekur báða supportana hjá Selum. Reyni tekur hann út en það bara skiptir einhver máli, skaðin er skeður. Gummi Coleman ekki hættur. Gummi Coleman Bara alls ekki hættur. Skaðin er skeður, nei, segir Gummi. Það skiptir bara einhver máli, ég þarf ekkert supporta. Ég one-shot alla í hinuliðinu hvort þið er. Orion þarf að koma sér á punktinn til að reyna að stakkara fyrsta punktið og svo kemur velgerðni Ronny Dukunni, tekur út Reyni hérna, Georg tekur út Gumma Coleman sömuleiðis. Þó svo Orion hafi fallið Blitzett virkilega lág. Ronny Dukunni er að gera allt sem hann getur. Gringatsjó kemur út með Transcendence núna, Chaos tekur út Ronny Dukunni og þetta ætti að vera detta hérna fyrir Seli. þar sem að þeir eru bara að stakkara sig inn í raun og veru. Dusty eiginlega er einn eftir, Tracer er núna frá Orion og kappapunktinn Big Ult segir Íló sem að örgla viffaði þarna. Bara alveg bókað, hann myndi aldrei segja sjálfur sér að hann hefði átt stórt ult þegar hann var stórt ult. Nei. Hann segir það bara þegar hann hendur í jörðinu. En það er svo ótrúlega auðvelt að viffa þessu dominóti. Ég hef ekki fengið að nota það þá. Það er rosalega, þú kastar bara fram svona kúlu og þú verður að hitta. Já. Gummi Coleman tekur út Orion, svarar með side fyrir sitt lið. Þeir vita allir á honum, en honum er alveg sama þó þeir viti hvað hann er, af því að hann klikkar bara hausa. Gringatsjó tekur út eiginlega sem nær einhvern veginn út glugganum, en það skiptir bara einhver máli. Selinir ætla bara ekki að hætta. Georg. Viti ekki á honum. Nei. Gummi kemst út í taka tíð. Georg nær honum ekki þetta skipti. Þeir eiga Transcendence í lokin. Risastórt hérna fyrir Dusty. En 1:50 á klukkunni hins vegar fyrir Seli. Gummi Coleman tekur út Orion snemma. Reyni tekur út Ronny Dukunni sömuleiðis. Engin TPS er uppi fyrir Dusty. Georg neyðir til þess að nota Transcendence mjög snemma. Gringatsjó tekur út eiginlega í gegnum Transcendence. Georg er að falla. Íló er að falla. Orion er einn eftir, er að koma úr spáni. Seli er að ná þessu. Selir er að sigla því heim. Reyni bobbar spón og Seli ná mappi af Dusty. Og bara fyllilega skilið. Ég bara algjörlega. Svolítið bara örugglega. Yfirspilaðir í raun og veru.
í fyrsta skiptið í bara hversu langan tíma segjum við þetta Dusty. Og fyrsta skipti í hversu langan tíma supportspilari á Zenyatta Með Play of the Game. Maður gerir ekki neitt nema íta á Q. Jú, 1 kill. Hefði viljað sjá hann taka 2K, 3K þarna, en... Já, sjálfsögðu, og hann átti líka alveg svoleiðis. Já, hann átti alveg hann play. Það var bara ekki einn stórt og þetta, af því hann held öllu á lífi og kappaði. Já, og drafbein. Já, en þá fáum við fyrsta Dusty map pick þetta tímabilið. Eitthvað sem hentar ekki snæpir. Já, 100%. 100%. Bann Widow, eða? Nei, þeir þurfa þess ekki. Þeir fara á map sem að Widow er ekki viable. Já. Það er allavega klárlega það sem var vandamálið. Já. Widowmaker, Gummi Coleman, 100%. Stoppiði mannin. Já, check in PC. Já, bara eitthvað. Það er eitthvað í þessari blöndu hana sem er ekki í lagi. Já, og það er Esperanza sem að þarf ekki koma... Það kemur engum óvart. Nei, meira Haas. Þetta er í raun og veru ekki Widow, þetta er meira Ash. Þetta er miklu meira Ash Cassidy map. Já. Og spurning hvort við fáum bara... Já, þetta er Dusty að velja map sem að þeir vita þeir eru góðir á. Já, ég veit það. Þetta er Kiriko, Lucio, Diva og Ronny Dukan Grey fær ekki að spila neitt nema Freyju síns mér. Þetta er Freyja Ash. Eða Freyja Soch. Já. Það er bara uppskriftin að sigri. Já. Þú sér það. Busan, Kingsrow. Já. Sama uppskriftin að báði. Nei, það var þetta Diva á Busan og það var Domino á Kingsrow. Byrjuðu Domino á Busan. Reyndar, töpuð því. En töpuð því, já. En já, það er allavega uppskrift sem virkar fyrir Dusty. Já. Þá bara er ekkert að breytinni. Nei, og þetta er bara map sem að þeir hafa spilað vel á bara Og þetta er ekkert sérstaklega skemmtilegt Widow map fyrir Gumma Coleman. Nei, ég geti næst í sé fyrir mér að Andúrel kem inn fyrir Gumma, hér. Nema þeir alltaf að runna Ash. Ég sé það samt ekki fyrir mér, af því að Ash er svo góð hérna. Já, það er alveg möguleiki. Og Gummi er bara það góður í þessu leik. Hann er samt góður á Ash þá hann sé... Já. Það er bara, já. En hvað, fáum við... Já. Hvaða bönn fáum við? Fáum við... Hvað dómina við sinni, hvað, þú veist? Seli getur banna Divu hérna. Já, þeir getur banna, það er góð punktur. Af því að hvað fer Íló? Selir spila dómina. Já, hvað fer Íló? Hann hlýtur að fara apan. Ef að Diva er bönnuð? Já. Dómina. Já, hann verður bara að fara dómina, það er rétt. Eða Sigma reyndar. Hann gæti farið Sigma. Af því þeir með ekki banna Sigma núna. Já. En annars fer hann dóminu. Já, það er reyndar. Heldur því áfram. Engin ástæð til. Matchupið dómina móti dómina var að virka. Já. Fyrir bæði lið. Mjög fínt. Þannig að það er engin ástæð fyrir hvorugt liðið að ætla að breyta því. Nei, alls ekki. Zenyatta var að virka fyrir bæði lið. Já, virkilega vel. Virka fyrir bæði lið. Já. Þetta var bara... Þetta stóð og fjall með Gumma. Gummi Coleman átti svo Já, hann átti þetta mapp. Að Orion náði bara ekki að standa í honum á Widowni. En það er Orion bara búinn að færa sig yfir. Hann var alveg rugglaður á Widow. En það er bara komið svolítið langt síðan. Já. Og Widow er svona karakter, þetta er bara aim-mekanik. Þú verður að spila hana, þú verður að grænda hana til þess að viðhalda þessu touchi. Sem að Gummi er að gera, en ekki Orion. Já. Af því að Dusty spila einfallega bara ekki Widow. Nei. Þeir voru vanir í, en ekki lengur. Já, Dusty banna Ash og Selir banna Diva. Og enga breytingar. Nei, við fáum... Gummi Coleman er inni án Ash. Er settur svolítið í strembna stöðu. Já. Afsakið þetta. Við erum búin að vera svo lengi í loftinu. Já, sjónvarpið slökk á sér, það eru þreytt. Já. Ekki við erum hvergi nærri hættir, eða hætt. Já. Þannig að við ætlum bara að halda fjörinu áfram. Og við erum bara á leiðinni inn í Esperanza. Það hlýtur að vera. Já. Bönnin komin í hús. Engar skiptingar, liðin eru... Íva bönnuð. Ég menna auðvitað. Já, ég sagði við þetta. Já, það er allt í lagi. Þú mátt bara vera það. Það er Red Bull kælir hérna. Já, ef að fólk er þreytt, þá bara er... Þá er Red Bull besta það er bara skellinum í sig og það er þetta góður. Tróði sér grímun á sér, álega dögt. Og fara svo að spila smá óros, hvernig væri það? Já, nákvæmlega. Eru við á leiðinni rangt eftir útsendingu? Ég bara veit ekki betur. Það er bara stráng heiðarleg tillaga. Já.
En, já, fáum aftur nótt á Esperanza, mjög áhugavert. Ég er svo ljósfælin að ég er rosalega hrifinn af þessu þegar möppin eru svona, ekki... Það samt rosalega fyndið, þú veist, svona ljósfælin og svo erum við með ljósin í stúdíónu sem lýsa upp allan heiminn, sko. Já, þetta er svo sólin í andlitinu á þér. Já. En svona er þetta bara. Já, og ekki hleypir þú út hræddur. Nei, alls ekki. Við lætum okkur hafa þetta. Já. En það er Saharia. Já, þarna kemur hún. Hann hefur alltaf haft hann í Rasvarsan. Já, hann er betri dífa en ég meina hann, sko, þetta er sko, ef við förum í gamla skólan, þetta er oftangaspilari. Ég meina, Overwatch 1, þá er Elo dífa Saharia. Ekki neitt annað. Nei, punktur. Já. Það er setningin öll. Já. Hann er neittur til þess að læra allar þessar hetjur þegar það er bara allt í einu einn tank. Einn tank, já. Og að því engin annar í liðinu sem nefnir að spila tank. Já, og það. En Egill og Georg á hetjónum sem að við erum svo vanir að sjá þá á. Gummi, Coleman á Hanzo. Já, og Reyni á Cassidy. Og þegar halda áfram með Babsen dóminu. Það er engin eitt að bóta. Nei. Jú, Egill er að fyrir að bóta núna. Já, tekur á sig. Reyni er að fylgjast með honum þarna, en hann notar bara vegginn til þess að komast eins langt og hann vill og svo bara skautar hann í burtu. Gummi Coleman tekur út Ronny-dúkkuna reyndar, eru í yfirtölu núna og mikil skaði frá Reyni inn á Elo. Þarf að nota búblöðna til þess að halda sér á lífi og Grinkachu bara, hvaðan kom hann? Vel gert þarna, virkilega vel gert. Egill tekur út Gumma en það ætti ekki að skipta miklu máli hérna og lítið komið yfir til Sela strax. En það er einungis 13 metrar hjá Dusty. Jú. Það var bara betur en ekki neitt fyrir þá að fá þessa 13 metra. Algjörlega, þeir fengu algjörlega frí áður en að fæti byrjaði í raun og veru. Já, það verða komin í window. Já, rosalega fljótur að þessu. Sem og DPS-arnir hjá Dusty. Litsett mögulega í liðlegri stöðu hérna. Gummi Coleman tekur út Orion, aftur opnar Gummi Coleman fætið á headshoti á DPS í liði Dusty. Og Blitzer tekur út Egil Ara, þá er Elo í vandast aftur. Ronny-dúkkan að reyna eitthvað þarna, Reyni tekur út Elo, Gummi tekur út Georg. Hann fer bara einu snæpir yfir og annan. Já, bara virðist ekki skipta hann einu máli, hitscan eða projectile. Já, hann er bara komin í gang. Hann er bara vaknaður. Já. Ég veit hvað þetta er. Hvað er þetta? Hann fekk sér Red Bull á milli mappa. Pottþétt. Orkan er með honum í liði núna. Já. Elo komin Red á Bull veit í Sigma. vangi eins og einhver sagði. Já. Elo komin yfir á Sigma, já, ekki skrítið tekur. Rosalega var þetta mikill skaði þarna og bara Graspið gerði bara ekki neitt. Ronny-dúkkan tekur reyndar út Reyni en ég meina tanklösi Dusty eru ekki að fara mikinn hérna gegn selunum þegar Dómina bara er að dómina. Hún er að dómina. Georg var ekki með TP þarna mögulega eða hvað? Nei, hann var ekki með það, hann TP-aði á Ronny-dúkkuna. Það var engin annar í boði. Öll ultimate í boði hjá selum. Spurning hvað þeir nota hér, búið að diskorda Elo sem þarf að bakka fyrir hotn, er orðin meir en hálfur á bara þegar hann blikkaði. Orion á góðum flank, setur mikla pressu og skada á Grinkachu, Reyni nær yngum með Hænu, nota 3 ultimate, 4 ultimate núna. Selir Dusty bara 1 til þess að svara og eru allir ennþá á lífi og eru jafnir hérna 4 gegn 4. Kemur út bóla núna, virkilega góð bóla frá Ronny-dúkkunni, tekur út 2 og Grinkachu alinn eftir hérna á hægrandinu, ætti að falla þarna núna fyrir Ronny-dúkkuna. Ronny-dúkka. Er þetta dankplayer? Ég er ekki viss. Það mætti halda að hann hafi aldrei spilað neitt nema Freyju. Ándjóks. Þú getur logið því að mér. Ég er ekkert að fíblast. Nei. En sjáum þarna selirnir 4 ultimate og fá ekki neitt fyrir það. 2 ultimate Dusty og þeir fá allt fyrir það. Kaos í vandast aftur, neyðist til þess að nota skiptið sitt þarna, kemur Blitzer í bakið á honum.
notar últið, er ótrúlega lág, nærði ekki í gegn K, tekur hann út, Orion reynda tekur út Reyni á sama tíma. Engin DPS er uppi fyrir Seli, spurning hvort að þetta sé nóg fyrir Dusty, sýnist það. Orion og Georg leika á alls og þetta er Grínkatsu einn eftir Georg og þeir eru eins og báðir one shot, hann getur þetta eða hvað, nei, nær ekki Ronny dokkunni. Þetta er hættulegur leikur að spila. Það leipa Grínkatsu inn á móti tveimur low HP. Já, one shot og hérna hálfur. Já. Það hefði farið einhver, það hefði farið með, ég veist því að Georg þeir að vera Ronny dúka þarna, það hefði, já. Ég get alltaf sagt það að Elo hefði ekki látið sína menn vera. Nei, ef þeir hefðu leift honum. Og Orion opnar þetta á Gumma Coleman, góð pulsa þarna. Greiði Gummi Coleman. Það á bara nulla mannir. Það á bara að taka hann út, það er leiðin til sigur. Elo með snap kill hérna á Chaos, veit ekki alveg hvernig hann fekk eiginlega að gera þetta. Grínkatsu undir pressu frá Orion, Reyni tekur hann nú út. Ok, vel gert, hjálpar hérna, pílar fyrir supportan sína. Góður. Gummi með góð sidelines. Nær að íta Dusty í burtu sem þurfa að bakka á næsta hot. Er að býja eftir dreifsettum sínum. Koma sér upp á hægrandi, virkilega sterk fyrir Freyjuna að geta staðið alltaf upp á þessu hægrandi. Orion tekur úr Grínkatsu einhvern veginn í baklínunni, kemur út bóla, nær að gera svo mikinn skada. Orion nær að fylgja því eftir á Chaos og báðir supportarnir allt í einu dauðir fyrir Seli og Dusty þurfa að íta núna inn. Byrta hefur engan til þess að aðstofa sig hérna, góður rocker og Elo sem ætti að fylgja þessu, ætti að ná honum. Reyni tekur einhvern veginn út Orion. Eina sem Orion getur sagt er bara gott skot. Já, ég náði mínum. Já. Herðu. Það er mislooking. Já. Þá erum við búin að fá allar 9 hetjurnar. Já, þá erum við búin að fá allar 9 hetjurnar. Það kom ekki mikið emri anran en koma út bæði support ultimate núna frá Dusty, Reyni. Ronny Dúkan tekur hann út, Orion sömulegis, Egillar er blitzed. 3 ultimate selir en bara doppulstakki. Þetta er Dusty liðið. Orion með pulsuna þarna á Gumma til þess að bæta gráu ofan á svart. Ég er að segja það. Greið Gummi Coleman. Reyni út á förunni, ekki eitthvað sem að við höfum séð mikið. Hann svo sem, já, og þeir ná ekki að snerta. Æjæ. Þetta var óheppilegt, strákar. Já, ég veit ekki alveg. Já, C9 í chatið. Já, klassist. Georg að skrifa guys. Nei, það er Gunnar. Það er Gunnar. Já. Þeir eru alltaf saman hvort þeir, þannig að... GG duoð okkar. Já. Og það er auðvitað Orion. Bara koma út á Tracer. Já. Það breytti leik. Æ, þú ert með pakka. Já, ég bara fullkomaði það. Ég sagði allt þetta map. Gummi Coleman bara út í skammakrókin með þig. Já, ég meina það var vinnbundisonni fyrir Seli. Ég veit það. Já, en við líðum samt svo illa fyrir hann. Hann fekk ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Já. Hitinn hans tekin út, hinn hitinn hans virkar ekki, eða virkar illa á þessu mappi. Já. Stóð sig eins og heti á hann. Stóð sig eins og heti á hann, já. Og þess vegna er Orion bara sendur. Þú ert bara með 1 mission. Já. Og ég held að hafi ekki verið neitt, nefnum bara ultrazoom mynd á skjánum hans af Gumma Coleman. Já, og svona skoldmark. Já. Já. Ég held að það hafi bara verið... Eins og Ronny Dúkan á Havana á Freyju. Nefnum að það var reyndar eiginlega skotmarkið hans, bara veggurinn þar sem að Gummi gat píka. Reyndar, já. Það er bara skjóttu vegginn eins mikið og getur Gummi ekki komið. Já. Já, virkaði samt ekki nógu vel. Það var bara Tracer. Bara, já. Þetta er bara svona með þessi bestu lið. Þau refsa, þau finna punta. Já. Og nulla út. Þess vegna er að segja, mjög vel gert ég Dusty. Já, virkilega vel gert. En bara að því að Gummi var eiga svo góðan leik að þess vegna líður mér pínu illa fyrir hann. Já. En þá eru Selir ennþá sigurlausir og Dusty ennþá taplausir eftir þessar fyrstu 2 umferðir. Já, ekkert breytt. Ekkert breytt þar. Selirnir lengi í gang. Er það ekki bara svolítið Selir? Jú, það held ég. Já. Þeir eigið allt inni. Já. Það er ennþá alveg 4 leikir eftir. Já, meira en nóg tími. Nægur tími til þess að taka framförum. Já. Það eru topp 3 liðin sem fara í úrslit, þannig að
Top 3 liðin fari í Topp þrjú úrslit, af þannig að það af 4 það situr einn eftir með góður Southampton. möguleiki. Já, algjörlega. Þeir eru við reynum bara að vinna 2 leiki. Já, og þeir eiga 4 eftir, þannig Já. að 50% tap allt í lagi núna, Já. eða þú veist af því sem eftir Já, algjörlega. En þá eru ekki með fleiri leiki á dagskrá í kvöld, en minnum hins vegar á að 28. febrúar útsending aftur round 3 og þá það Kopp og Krana versus Musteri og Dusty á móti Unflex. Sjáumst þá 28. febrúar klukkan 6.